Föstudagur 13. Ég segi Friday the bara- 13th. Ég segi takk fyrir þetta. Egil menn kemur hérna færandi hendi. Já, rétt er eitt gull light hérna í byrjun þáttar. Föstudagur 13. júní og F95 blöður hafi göngu sína í bullandi gýr. Föstudagur 13. Ég veit það, ég var að koma inn á það. Nú. Ég sagði strax, Það er skeri. Það er, já, ég pottið spurt ykkur svona. Hvað haldið það sé búið að vera föstudagur 13. oft síðan við byrjuðum með þáttinn 3? Það er helvít oft maður. Og ég spyr ykkur alltaf sömu spurninguna. Trúið á svona kjaftaði? Er þið hjátrúafullir eða svona, veist, Nei. sé ykkur meiri líkur að gerist eitthvað föstudagur 13. heldur en annan föstudag? Nei, ef það lappa svartur köttur Ólíklegt. fyrir fram að mig, þá klappa ég honum bara sko. Já, lappar undir stiga. Ég hleyp ekkert sko. Lappar undir stiga. Já, Samt halda Ég þú var- að þú gæti verið svona típa sem að spáði Nei, mikið í þessu. Ef einhver, þá væri það Ég er stiga. nefnilega laus við það, en ég En þú er bara svona nájar yfir öll öðru, ekki Já. eitthvað svona. En það eru ákveðnu hlutir sem ég verð að gera til að fungera. Nú, Af því að annars bara get ég ekki haldið áfram inn í daginn. hvað er það? Það er bara alls konar sko, ég er með fullt. Til dæmis eins og hérna Já, bara eins og, nei, bara ég eins og Rútína. bara eins og í sturtu. Já, Þegar ég er í sturtu, þá ég er með svona gler, sturtugler, fattarðu? eins og flestir. Já, sem er bara öðru megin Já, og veggurinn minn. Og ég get ekki, ef ég er að drífa með eitthvað, þú veist, ég verð að skafa glerið. já, Ég þú get ert ekki búið með farið, sturtuna. ég get ekki farið án þess. Nei, ég get samt gefið trikk, sko, við því sem að mér á kent. Já. Að þú ert með, þú getur bæðið yfir undir sturtunni ekki og svo ertu líka með sem þú getur tekið svona af og sett Já. eins og út að drífa þarna rassinu eða eitthvað svona dæmi. Já, ég reyndar að tekið ekki af til að þrýfa með rassin sko. Nei, það er svona þægilega að þú ert að fara á einhverja svona erfiðari staði. Þetta átti ekki að vera að fyndið. Nei, þú Nei, ert samt ég- undir bara og gerir þetta, veist, ég tekið þetta ekki af sko. Ok, ég tekið þetta af. Já. Þá bara í lokin, Já. þá átt að rífa þetta af og setja kulduna hérna, kalda og hægtir og bauna því á hennan vegg, þá þarf ekki að skrúpa. Og þetta er bara gott Já. trikk fyrir alla sem er að hlusta. En Þið ég- setja kalt Þetta er vatn á rosalegt trikk. glerið ykkar í lok hverja sturtu, þá kemur aldrei eitthvað svona Svona blettir eða kísill mikla en máli er að ég verð að gera þetta. Þú veist, eins og segjum Já, að svona OCDC eitthvað sem ég segi þetta bara að segja einhver annar í sturtu er að fara í sturtu á eftir mér. Þarf ekki að gera þetta, ég er á leiðin í sturtu. Það skiptir mér heldur ekki Já, máli. þetta er bara eitthvað, þú gerir þetta fyrir sjálfa þig. Já, ég er með fullt Og bara af hausinn á svona. þér. Já, bara happa. Ég er með fullt af alls konar svona dóti. Happa er ekki orði. Nei, þú veist, ég er með allt morandi í svona dóti. En ég trú ekki, þú veist, ég vann við að mála í 5 ára, en að ég var alltaf að lappa undir stiga og Egil, trúð þú eitthvað svona föstudagur 13. Nei, ég er nokkuð rólegur föstudagur 13. Já, bara Persónulega. ekki neitt. Nei, Nei, eins og heyrið, þá er fullu bátur. Það var ekki fullu bátur síðastu föstudag. Þá voru bara meira þess að tveir með þáttinn eins og þetta var í gamla dag. Þegar þetta var á hverjum degi, þá voru Pétur Jóhann og Steindi Junior, bara tveir í þetta. já, það var heldur notalegt. Já, var ekki bara svona kósi stemming. Það var mjög kósi, við Já. varum bara tveir hérna Og og enginn að spyrja hvort þú væri búin að benda á 20 penisa. Nei, hann spurði ekkert að því og ég hafði alveg smá ágjör að hvort að þátturinn gæti að vera of súr Já, þeir eru tveir súri náðangar. leið og Pétur var að spyrja sko, en að við setjum ykkur á úlpu eða eitthvað yfir mikrofón og förum að leita á honum, það væri svona eitt liðurinn að, ég var að segja hann að við vitum náttúrulega hvað þeir eru. Þeir eru bara við fastir í svona ungum hérna. Ég verði ekki að statur í golf fyrir Erlendis. Ég hugsa að þetta gæti orðið svolítið súr þáttur en ég get ekki verið að kvarta. Var það Þú ekki tókst veisla? vaktina. Jú, samt ekki veisla? við fórum reyndar ekki í en þetta er reyndar alveg góður, þú veist, þá basically myndi ég setja eitthvað hérna yfir, alveg yfir mækinn og haurur Já, og þá er maður að reyna að leppa og þú segir heitur, kaldur og þetta er ekki gott sko. af því við vitum hvað þeir eru. Ég veit það. En ef það væri einhver staðar falinn þráðurlaus mikrofónina, þá Við gerðum geti það alveg verið gaman sko. Við gerðum einu svona falda myndaðil í 70 mínúndum af því að það var alltaf langvinnstalasti dagskrárlögin okkar og þegar við vorum búin að auglýsa í þættinum að veri splunkun í falli myndaðil í kvöld Já. það voru nokkri brjálar á þeim tíma og náttúrulega ekki samfélagsmiðlar en við fengum fullt á tölvupóstum og þetta er satt af því að við földum myndavél í skógi og vorum að leita að henni okkar áhundur hefði ekki húmor fyrir því að það var ný falin myndavél. Ég hefði hort á það maður. Þetta hefur eitthvað fyrir þig og Pétur þetta er bara geðvitt, ég man svona eftir. súr húmor. Já, það er fullt af sko, svona alltaf, munið ekki eftir þegar Bravo-stöðin kom, sjónstöðin Bravo. Já, bara Pétur var með kvöldtáttinn og Pétur var það með var já. guttsitt kvöldóttir hjá Já. Píru. Pétur var með kvöldáttarna bara daglega eða eitthvað og þetta var þrjusu þáttur hjá honum, Já. geggjað. Og þá var hann með dagskáli sem heitir Golfkerra í vanda. Já, alveg Þá rétt. var hún stundum bara svo, þá var búið að opna, þá var hún í skottin á bíl eða eitthvað, svo kom alltaf Var í einhverjum lag og vandræðum. hún var í vanda og eða var að fjúk eitthvað staðar. Þetta er ekki minn húmor en ég kann að netta hann og það er fullt að liðist ég kann að netta hann Ég kendi Pétri í þættunum hann standandi 69. Í þeim þætti? Ég kendi hann að svona hvernig þú kemur í stöðuna Og náða því. þægilega. Og væntalega báður í fötum. Síðan svo veist hann grenja, já báður í fötum.
Það grenjaði svo hlátri þegar hann kom orðin öfugur og ég held á honum sko. Þetta var comedy gold. Líka ef að þið væru par þá var þið helviti svona þægileg stærða okkur upp á þetta. Hann getur endur ekkert ekki Það er auðvöld að halda á honum sko. En hann byrjar í gymmun núna sko. Hann og Mushroom og hann bara í sporthúsinu bara gym rats. Já, ég fíla það. Lappa inn á hverjum degi og flexa bísipin og fara í afgjösluna og panta sér eitthvað drasl og ég er gaman að þess. Það er rosa. Sér gamla myndir af Petri og sér myndir á hann í dag. Hann eldist eins og alltaf að tala rauðin hérna. Það er bara svona Benjamin Button dæmi í gangi. Hann er svona 10.000 myndalegri í dag. Það var þegar hann var í til dæmis strákunum með 70. Pétur eldist svakalega vel, hann er vel hugulegur sko. Herru drengir, ég er með smá stóra fréttir hérna sem ég verða að koma beint inn á. Að því að við erum með sumar unboxing okkar á sunnudaginn. Já, það er sem sagt sumarleikur Blökkarsins er á sunnudaginn í beinni útsendingu á vísir.is og sjónvarpi Vísis. Þetta er ekki flókið, þetta byrjar klukkan 7 og við opnum 50 pakka. Við vitum ekki hverju pökkunum, við vitum reyndar að það er risa flugmiði frá Play og við vitum nokkra stóra. Það eru margir stóri vinningar núna því að ég veit líka allir eins og Óli Jó var að henda inn í þetta bara alveg dæmi. Þannig að þú veist, það er alveg fullt af stóru vinningum. Okkur besti maður hérna, Tomás hérna á Selfossi, kóngurinn þar, hann var að henda inn 100 áskona gjafabreið frá Bar Seafood. Já, ég fíla líka. Mér er svo gaman að opna þessu litli jólin og þetta. Það eru uppgötta svo mikið ekkur fresh shit sem maður vissi ekki svona af sko. Nei. Og svo er alltaf one-on-one-spjöldin maður. Og svo eru one-on-one-spjöldin og mér langaði rétt að koma aðeins inn á það því að ég var núna strákar að henda inn á Instagram og ég var að addi ykkur inn í að þið með samþykja það núna strax bara. Og ég væri til í að hlustendur myndi gefa sér núna bara 10-15 sekundur og kíkja á þetta með okkur að ég ætla aðeins að fara yfir þetta one-on-one kartið sem var að koma á Instagram með okkar, ég var að posta því. Þetta er Steindi Senior í sumar búin að slá í gegn með kameri hérna. Já, og erum með þess að ég fyrir við þetta. Það koma bara 2 spjöld á ári. Það er bara sumarunboxing og svo í litlu jólunum og það er eitthvað sem er að fá þetta er one-on-one Steindi Senior, bókari og grínisti. Ég ætla að fá að lesa hans og spjaldi hérna. 1000 þjala smiðurinn Steindi Senior kom eins og hvirfilbylurinn í grínsenuna árið 2025 og hefur slegið í gegn í brandarahotni Senior hjá FNÍFM Blöð sem er einmitt í dag. Já. Áður starfaði hann sem bókari og þetta spjald og það er líka hægt að sjá hérna þú skrollar sjá vídeo þegar hann áritar og svona hann kom og hitt okkur á hann kom með hanskana sjálfur, ég fíla það. Já, þetta spjald er bara komið núna on the line, þannig að fólk getur endilega kíkt á þetta og ég hvet fólk til að taka líka nokkuð komment og peppa kallinn, hann lesi þetta hann lesi þetta og hann málega er að hann er nýr í bransanum, hann lesi öll kommentin hann pælir í hvað virkum finnst sko. Hann get ekki lent í shitstorm í ferlinum. Það verður ekkert að spá mikið í virkum. Já, það er náttúrulega við erum að posta á Instagram með okkar en við erum ekki virkir þar en ég er að segja, þú veist, en hann les kommentin þannig að endilega Það var einn í virkum sem sagði og Uddi Blöð hlæpur svo bynt í bankan hann var heldur Uddi svona bara skrýtnasta komment sem ég sé góður stafsetningu sko. Það hefur verið alvöru gardína í gangi það lítur að vera það var ekki sátur það er one-on-one kart og þetta er á sunnudaginn þannig að þetta er líka bara geggjað einu sem þú ert að gera er að vera áskrifandi af Blöðkastinu og við drögum 50 vinningar. Já og það er kannski ágætt að koma inn á og þú gerist áskrifandi inn á fnifmblöð.is þannig að það er mjög létt að muna það og það er 1390 við ætlum alltaf að kosta jafn mikið og lítill bjór og við erum svo lítill bjór nú er alltaf bjórin komin sko öðruglega upp í 1800 kall en við bara stood ground þarna En sko ástæðan fyrir að Steindi og Pétur voru bara 2 hérna í síðustu viku er að við Egill vorum með löngu planað golfferð hún var bókuð í febrúar reyndar ekki á Agli því hann kom inn á síðustu stundu nýbúin að læra golf og svo ferð var algjör veisla við komum nú aðeins inn á hann í Blöðkastinu við Steindi á þriðjudaginn en það voru svona nokkri hlutir þarna sem að ég mun aldrei gleyma Egill það er til dæmis þegar Hjöppi hélt að maður að fá ónæmislyf og fekk svefntöflur og það var gott kameri sopnaði á 17. tegnasti þurfti að fara bara upp á herbyggja að sofa það er góð regla kannski it's a lesson to be learned sko. ekki taka henni á töflu það að lesa á kassan já svona ef ykkur réttið töflu kíkta á hana já og líka svona skoðaði hverju að rétta töflu sko Steindi þú gleipir allt það ég rétti töflu ef hann ykkur að fá sér töflu einhvers stað þá var Steindi bara ég hefði bara 100% lendi í sama Hjöppi ég hefði bara trist í að þetta væri krónamstöflu sem hann var að byggja sko, en hann fekk ykkur að rótsterka svefntöflu ég lendi í sama þegar ég var hálf vatnaður hann að daginn fyrir log í beinni sinni og spurði hvað gasmána eftir eitthvað vastlós hvað heldur þú og ég drafst næstu fyrir beinu útsendingu
Varst að byrja vasslosandi töflur? Já, bara svona, ég var eitthvað smá, djúvill er ég eitthvað puffi í dag. Það er gasmann, hörðu þetta, með vasslosandi? Já. Bara fekk svona bara svo smartís lúka á töflum sem hann svona leitt dett í hendur á mig sko. Bara helviti þetta mikið. Ég veit ekki hvað það var sko. Einast ég veit, ég byrjaði að krampa upp á lærinu svona hálftíma setna. Og alveg saman þó ég drakk ekkert og meigi á svona 17 minna fresti. Og ég hugsaði bara, ég get ekki mætt í kvöld því að ég er að fara að krampa upp í þættin. Þú mættir það? Já, ég mætti. Já, sko, ég hef sagt þess að sögu líka allavega einu sinni við ekki tvisar gasmaðurinn, hann var náttúrulega að tala um að sveppi sér orðina gym rat með Didri. Gasmaðurinn tók mig þegar við erum í 70 mínútum, þá var hann engaþjálfari hjá mér og sveppa. Við vorum alltaf að mæta 6 á mótnan og ég var svo ógæslega þreyttur ég gati til þér ekki, þannig að ég baði hann eitthvað svona brennslutöflur þú veist alveg hvað ég er að tala þannig ég tók þessar brennslutöflur 2 fyrir einu æfingu og þá var æfingin klukkan 6 morgunin tók 2, þetta var bara svona eitthvað svona grátt hilki og inn í töflunum var svona vökvi ég var bara svona, ok, okkur þetta er eitthvað svona skrítið tók 2 Það eru hel feskur allan daginn Aldrei gutt sæn þú sér vökvann Nei, vökvi í töflum er bara ekki gott Nema það að ég var ennþá vakandi þegar ég kom með æfingu daginn eftir 6 morgun, ég var búin að vaki í sólar Hann er bara að vilja hafa þið feskan Og ég spurði hann bara, herri, hvað drast varst að láta mig hafa þetta í gær? Er þetta löglegt? Og heyrðis bara í honum Í einhverju löndum, já Þetta var bara eitthvað svona bara Þetta verður ekki hillun í fitnessport, sko Ég meina, sko, drengir Hann er, sko, örglega 100 og Hvað er hann? 180 kíló Ég hef aldrei séð hann svona þykkan eins og í höllinni Hann er 120 kíló skafinn Af hverju, dettur ykkur í huga að halda að þið getið eitthvað þraukað ykkur hans fæðibótastöfi Það hefur ekki þurft að fá bara fæðibótarefni hjá einhverjum sem eru bara að ná í göngutúr Á þessum tíma var hann kannski svona 95 kíló Já, ég þekkti hann ekki þarna heldur líka bara þarna var hann bara engaþjálfari og bara réttað með brennsli ég á maður ekki að treysta engaþjálfari Svo tók hann bara mækin í höllin og söngu svo engill 180 kíló skafinn heldur sér svona Já, Mercedes-klöpp var rosalegt í höllin lífbæði Svo finnst eitthvað Hansi og þeir voru stressaðir Hansi var ekki eins og að fara að syngja Hann var að fara að standa að bera og ofan berja Strákar, það er óvægt að segja að það sé traffík á myndina ég fíla Þetta er Já, við getið fá one of one Stefnir í að vera helviti eftirsótt mynd sem var að þetta er á grammið En Egil, hversu pirraður varst þú klukkan 19.50 í flugi með Visser og leiðin til Póllands þegar okkur var tilkynnt að var ekki til áfengu dropi í fluginu Ég er viðurkenni, ég hef aldrei lendi Ég hef lendi því að þú veist Þetta er að stektast þess að ég lendi Að byggja um beer og það var ekki til neitt Já, og kannski sagt, hörðu það bjórn er búinn en þú veist, við erum með, vil ég redda eða eitthvað Það var ekki einn dropi af neinu alkohól í vélinn frá take-off Það er rosalegt sérstaklega út með blöðaran sem vill sko fá drikk helst á leiðinni inn í vél náttúrulega Það er 32 gólfyllibitur sem ætlaði að fara að fá sér a couple of beers Ég sé blöðar panta drikk yfir bara dánum mann byrja þetta að þegja að vera að pumpa að saga mér þegar mengist með hverja árinu núna var rúglega konuna stöðu við liðnum líka þegar að Steindi segir þessu sögur það var að vera að pumpa í mannin þegar að blöða var bara can I have one daiquiri strawberry eitthvað þá var hann með aðtikli hjá var að byggja um eitt beverage en þetta er til dæmis kosturinn út að fljúa með play eða eitthvað þetta gerist ekki þú veist ekki þetta Visser þú var bara Þetta myndi aldrei gerast hérna á Íslandi sko, þú lappar ekki bara, herru, það eru Íslandingar að fara að fljúa eftir 3,5 tíma Play á Íslandi er klikki ekki þessu kannski eina sem maður heirt af að sko terneflugin á leiðinni heim oft hálf tóm því að Íslandingar keyra vel í sig og leiðin til ternið eru ölpeppaðir sko en það henda mér fínt, ég drekka aldrei á leiðinni heim Nei, svo þá er hættan komin einn og einn sem vill bér á leiðinni heim þá er þetta oft tómt þá þarf að vera til aðeins en ég meina ég hef aldrei lappað inn í Playville og ekki geta fengið lightbjór sko það hefur ekki gerst sko það er líka eina flugfélag á Íslandi sem með lightbjór og líka Íslandi þau eru nú við töðum oft í þessu hysja upp sig og byrja með light Good light Þeir eru með ölgerina Þannig að það er bara eitt e-mail Getur við fengið light líka Það er bara einhver gæði sem búin að drop the ball En svo ætlaði líka að koma inn á það voru risa fréttir í vikunni að Stöð 2 sem er nú fyrirtæki sem ég er búin að vinna hjá í helviti mörg ár það brandið að vörumerkið bara hætt og Vodafone hætt og nú heitir þetta Sín og til þess að útskýra þetta þegar ég fekk þetta ég heyrði náttúrulega þessu fyrir nokkur mánuðum við Steindi því að við tókum þátt í þessari herferð að búa hann til og eðlilega sko fólki þykir mér vænt Stöð 2 me included sko við erum búin að vinna hérna í endalösan tíma og þú veist það er allir hérna það eru tilfinningar út allt í þessu en það sem var að gerast í þessu fyrirtæki var samt bara þetta voru 2 fyrirtæki það var Stöð 2 og þetta var Vodafone nú er þetta búið saminast í 1 þetta er bara þægilega og til að útskýra þetta svona sem best þá er þetta nánast eins og Sky
Það er til Sky Sports, það er til Sky News, það er til Sky bara sjónvarsstöðin. Þannig að sín er núna orðið allt bara þegar kemur að síma, neti og öllu og það er líka bara þægilegra. Ég held að fólk gerir sér nú líka grein fyrir því að það er mjög erfitt á svona tímum þegar líka margt búið að breytast, bara sjónvarp er búið að breytast. Þannig að með öllum sem streymisveitum og öllum. Já, þegar þú ert líka með mörg brönd og þú ert að reyna, skilur að gera alls konar fyrir þau öll og þú hefur, það er tölvöld þægilegur að vera bara með eitt brand og keyra á það og svo náttúrulega er líka, það sem er jákvæmt við þetta er að það er bara 3 pakkar. Þannig að fólk getur hort núna bara 3 pakka, hvað hendar? Það var alltaf flókið. Þetta voru 13 pakkar á sín tíma. Ég vinn hérna og ég skildi ekki pakkana. Þannig að núna er þetta bara orðið miklu þægilegra. Ef þið farið inn á sín.is þá sjáu þess að 3 pakka og ég get lofað ykkur að þið finnið eitthvað þarna sem að hendar ykkur, kæru hlustendur. En herðu, ég var farið í þáttinn. Það var líka einhver að segja mér að bara ódýra, að kaupi net annars staðar, þá er ódýrara í raun að vera með pakkan hér og fær bara efnisveitunum frítt. Já, Sýnprós. Sem er eiginlega frekar crazy. Já, við erum að tala spurningkeppni Gilstans. Ég veit ekki eins og hvað það er í dag. Það er seasonal keppni sem er King of Being a Patriot. Já, það er 7. júni á þriðjudag. Já, herðu. Okkur er manni ekki eftir henni. Það verða Patriot. Eru þið Patriots drengir? Já, ég er peppast upp á 7. júni og... Já, maður er alltaf ofpeppast, sko, 7. júni. Þú ert ekki Patriot. Þú ert alltaf að tala um þetta sé ógeðslegt land. Já, ég er ekki mikið eitthvað, farið skúðgöngun og kolvillus og... Ef það væri til dæmis að vera í Bandaríkjunum og væri með útvarpsþátt Fourth of July. Já, nei, og þú væri að tala bara um að þú þoldir ekki þetta land út af, þú ert að tala um töð og veðrið og svona. Það var engin kani sem myndi fyrirgefa það að þú myndi segja bara að Bandaríkjunum væri ógeðslegt land. Nei, það er góð punktur þar. Já, man, þú ert ekki Patriot. Nei. Þú er aldrei unniblu. Ég var jafntefli hjá okkur 2022 og Steindi vann það 2023. Ég man ekki svona þetta ekki þátt í. Nei, þú er aldrei unnið. Nei, sko, 17. júni það stígu upp í dag. Er aðalega bara einhverja gasblöður að sleppa og grátandi krakkar og það eru langar raðir og þetta er álag. Þetta er ekki flugeldasýning eins og 4th of July, sko. Nei, þetta er álag, sko, en það er eitt hacks sem ég get núna bara deilt með fólki. Það er nú náttúrulega mikið af fólki sem býr í Mosó eða í Hafnarfirði eða Garðabæ út allt. Er að það er sama dagskrá allstar. Það hefur alltaf verið, ég er endur ekki búin að kíkja á það. Það eru bara sömu atriði sem rótera út allt, sko. Já, þú þarft ekki að fara niður í bæ. Þarft ekki að fara einhvers það sem allir eru. Þú getur bara að fara í það sem er nálægt þér, sko. Bara sem krakkandur eru sáttir. Ég er að segja það, þetta er bara þannig og bara, það sé ekki klukkutíma röð ykkur stað. Já, nei, þú ert í gír og átt ekki börn, þá náttúrulega drullar þið bara niður í bæ. Já. Við erum með sturlaða staðrindin að Steindi með þær. Við erum með nýjan dagskrálið. Reyndar, hef ég farið með ykkur í þetta áður? Hef ég farið með ykkur hvor er nær? Hvor er nær? Já, ég segi eitthvað því að giska til dæmis fjöldan. Það er skemmtilegt. Já, það er skemmtilegt. Það er nýliður sem kemur á eftir. Ég er með syngdu lagið sem hefur ekki verið í langan tíma, drengir. Brandarahótt pappan Steinda. Það er orðið erfitt að fá kallin að henda í brandara nema núna varðan að gera það því að það er one of one kart komið með honum. Algjörlega og hérna það er sko, hann sendi þetta í dag. Hann er búinn að senda, sko, hann sendi snemma. Hann sendi 19 mínútur yfir 12 í hádeginu. Ok, vel gert, hann hefur búin að hugsa þetta. Hann sagði, hér koma nokkrir, 2, 4, 6, 7 stykki til ég. Og hann segir, eru brandar þetta nokkuð of grófir? Og ég sagði, ég hlusta bara í beinni. Nei, ég held að þetta sleppi nú alveg pottitt. Hann sagði, já, allir það. Þannig að hann er greinilega að koma. Ef við fáum senior eftir dark hérna, ég myndi dyrka það, sko. Mér sýnist að segja að fara að gera það. Við viljum að vera alltaf aðeins grófari, Ted Lloyd. Það er allavega dett inn. Ég peppaður. Brandarahóttur á sínum stað, svo kemur Joey Kræstinga í spjall og Steindi ætlar að henda okkur í How do you do fellow kids þar. Já, ég auðlisti nú bara á gramminu og það er að dælast inn. Þannig að ég á eftir að greisi úr þessu, ég ætla að gera það svona milli laga bara. Þannig að við erum í gýrdrengirnir en það er bongo blíða allavega hér í höfuborginni. Ég held að séum all land og það er föstudagurinn 13. og Egill. Ég ætla bara að rósa þér, ég sá þetta í höllinni. Þetta er uppáhaldslægið mitt í dag og ég hlusta á þetta endalaust í ræktinni. Þetta er uppáhaldslægið mitt með DJ Muscle Boy og það heitir Unstoppable. Thank you, Ben. Let's go. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Þetta einhver er í alvöru gýr núna á leiðinni í eitthvað alvöru fjör og þetta ætti nú ekki að draga þeim gýr. DJ Muscle Boy, Unstoppable. Alltaf gýr í dag, þessar. 20 steg hitti. 20 steg, það er líka, það eru 3 í gýr hér. Það er máljóðast. Já. Það ágættur söngur að það meðlíki þessu. Það er gott að geta fengið þau 2 inn, ég viðurkenna það. Svess á Jónagur. Ekki hræðilegt. Það er ekki leiðilegt að vera með þau í símaskráni þegar við erum að gera lag, sko. Nei, ég gleymi aldrei, það var einhver
sem að kommentaði hérna, þetta er reyndar einhver 5-7 ár síðan sem kommentaði á Twitter hérna, við fengjum bara Sverri Bergmann í lögin okkar til að gera þau betri, ég sagði bara no shit Sherlock Það er svolítið skrýtnasta dissi mig heyrt. Það er svolítið konseptið þarna sko. Já, okkur heldur sem að fá eitthvað sem kann að syngja. Herðu, ég er með slúður og Egill, þú verður ánæður núna. Yes. Það eru 2 nöfn í þessum slúðurpakka sem að þið eru held ég á, ok, nefndu fyrir mig núna bara topp 5 upp á skauruna þinn í heiminum, hvað er það? Það var Arnold Schwarzenegger okay, Sylvester Stallone, Matthew McConaughey, Patrick Schwarzenegger og kannski Nicolas Cage. Er Patrik komin á topp 5? Já, eftir performanceið daginn. Þú nefndir hvoruðana sem ég er með. Það byrja á Tom Cruise. Hann var detta henni líka. Hann var detta henni, sko Tom Cruise, við verðum að gefa henni það. Það hefur verið að tala um það bara allstaðar. Það hefur enginn komið með jafn gott svona ímyndunar comeback og Tom Cruise síðust ár. Því að það muni allir eftir þegar hérna, Tom Cruise var að hoppa á sófanum hjá Oprah Winfrey, allir sem eru okkar aldri. Það var ógisletatriði. Já, var í vísindakirkjunum og fólk hélt bara að maður bara bilaður. Það væri bara far. Munið þið hafa gert grínað í Scary Movie 3 eða eitthvað. Já, bara hann var, Tom Cruise var orðin nett aðfæði. Sko, skeri eitt útudúrina, östötur. Scary Movie myndindar eru náttúrulega bara eins og þær eru, skilur. Þetta er bara einhverja myndir, skilur. En það eru 2 atriði í myndir, þetta atriði er að vera að leika hana það. Og eitt atriði líka í Scary Movie 3 sem er eiginlega eitt finnast atriði sem ég sé á ævi minni, sko. Það var að vera að spúfa Signs, munið getið því þegar það var búið að keyra á, keyra á mannesku fyrir 3. Það var ekki hægt að færa bílinn, munið getið því. Ég sá ekki þessa mynd. Það ekki, og þegar Mel Gibson kemur að slísinu og sá held ég 1, sko. Þetta er svakalig sena, sko. Og í Scary Movie 3 þá kemur hann að þessu og gæinn sem var að keyra og segir bara strax bara hey Tom, I'm gonna need a ride home. Það spyrir alltaf fyndum. Hefði allavega Tom Cruise er búin að bæta ímynd þína svo rosalega að hann er það er bara að vera að hæla honum út allt. Allir stórleikarar. Og kirkjan tók toll líka. Já, vísindakirkjan tók toll á þetta allt saman. En núna bara er verið að tala um að hann sé stærsta kvikmyndastjarnan alltaf tíma og hann var að setja heimsmet. Og þetta er samt ógeðslega skríti heimsmet af því að það stendur hvergi hver átti metið eða neitt. En sem sagt, hann fekk heimsmeti á Guinness að hann stökk 16 sinnum út úr þyrlu með logandi fallhlíf í nýjustu Mission Impossible myndinni, The Final Reckoning. Hann gerði þetta sem sagt 16 sinnum og í hverju stökki var fallhlífin vætt svona eldfimu efni og kveikti inn áður en að Cruise skar sér lausan og opnaði varallífina. Þannig að 16 sinnum hoppar hann út, lætur kveikja í fallhlífinni og treystir á varallífina. Nei, nett ruglaður og hlæði sem stöð. Já, ég myndi hvað, ég er ekki. En hvað var heimsmynd áður? Var ekki nóg að gera þetta einu sinni? Já, ég bara. Veit ég hvað, ég er ekki hlindur þessu. Nú. Hann gerir þessu on stöðans. Jú, ég er að fíla það, sko. Þú veist, ég dyrka þeirra leikar að gera það. Ég grjótharður Jackie Chan maður, hann var alltaf að gera þetta líka, þú veist, sínu myndum og sko. Málið er það er að með Cruise, veistu hvað ég held að hann þurfa að gera núna. Hann þarf núna, þegar nú hann er búin að gera Mission Impossible 1 upp í 8 eða eitthvað. Sko, Tom Cruise á ekki lélega mynd af ferlin. Já, hann er vel að bara winners. Það er ótrúlega stend. Þetta er bara, nefndu mig lélega Tom Cruise. Já, en það sem ég er að fara að segja núna það gleymist með eins og bara myndir eins og Interview with the Vampire, þetta er svona Magnolia, hann á bara enda. Það er eini leikurinn í heiminu sem er að velja alltaf winners. Tropic Thunder stilur hann á gæðveika myndir. En það sem ég er að pæla núna er að eins og fyrir nýju Mission Impossible myndinni áhugin 0. Ég er alltaf hefðið að vera það. Ég veist alltaf hérna. Ég fór bara að hugsa, þarf hann ekki. Þetta lifir alltaf. Þú veist alltaf bara að fara good shit. Ég veit það, sko. Ég er líka dýrka að vita að hann er að gera þetta sjálfur. Ég bara gæti ekki mér ósamála. Ég skil alveg að næs að gera mynd nummer 8 bara því að hinn að virka. En það ég væri til í eina mynd bara með Tom Cruise, það sem hann væri að því hann er geggjaður og er geggjaður leikur. Þetta er bara svo James Bond, hvað finnst þið komið nóg á honum líka? Já, eiginlega. Þá bara horfið þú að framlega. Ég er að segja, ég væri til í að fá bara eina alvöru krúsmynd bara. Það sem hann er bara, herru guys, þetta er a damn acting. Ég er mjög spennt. Ég er ekki að kveiki fallíf. Ég ætla bara að hann á nóa það. Við koma tímaði núna. Það leika bara í sem mestu. Hann pikka bara winners. Og hann sagðist líka að leika þar til hann deyr. Hann ætla aldrei að hætta að leika í kvikmynd. Alveg svo Egill ætla aldrei að hætta hér á FM. Nei, þá er það bara hannig. Við erum eins. Já, ég var samt búin að reyna að breyta sig yfir í blökasti. Við skulum ekki hætta með blökasti bara fyrir þetta. Veit ekki með að vera 70 mála hérna og rosa fyrir.
lítið grænt litur. Búið að taka myndina okkur niður hann, maður snunni, tekja myndina. Það bara því að vera að mála Herru, næsti móli, það er annan mann sem ég held að vera líka á top 5 hjá hann heitir David Beckham og er góðu vinur Tom Cruise Það Er það þá vesen á familíunni? Já, það er allt í rugli þar sko. Brooklyn Beckham er hættur að followa fjölskylduna sína á gramminu og talar ekki við og svaraði mikið. Ég ætla ekki út í það leikur. Nei, ok, þá áttum samt lítið follow á familíunum. Þetta er bara einn ofdegraði krakki sko. Já, ef ég myndi hætta núna að elda bara mömmu á Insta, hún myndi ekki taka eftir því sko. Nei, en fjölmiðlar taka eftir þessu sko. Já. Reyndar myndi fjölmiðlar í Íslandi ekki taka eftir því að þú myndir hætta að followa mömmu. Prófa það. Nei, ég er að segja bara, það væri bara ekki, það væri zero fucks giving ef það væri, mamma myndi vera bara, ertu ekki að elda mig á Insta hérna eitthvað? En má ég spyrja ykkur einu, vitið þið hvað Brooklyn Beckham gerir í lífinu? Líklegast ekkert ef ég var herskilin. Nei, ég var auðvitað ekki með hann lætur. Æ, bara, ég get ekki svona, bara Er hann að creator? Hæ? Já, ég held að hann sé ljósmyndari. En sko, þetta er ekki það er loksins verið að David Beckham er loksins að verða sendur riddarakross og hann er að verða Sir David Beckham og menn heldu að þetta myndi aldrei gerast því að árið 2017 var David Beckham alveg pottþéttur á því hann væri að fara að fá nafngiftina Sir David Beckham en það lag út tölvupóstar þegar hann var ekki sendur þessum riddarakross á sín tíma þá lag í fjölmiðla einhver póstur þar sem að hann segir þetta eru anskotas aumingjar, ég átti ekki von á neinu öðru frá þessum tussum og þá var fólk eiginlega pottþétt á því, hann segir könts reyndar á ensku sem er líklega íslenska því en væri náttúrulega tussur nota þeir þetta ekki samtalið bara eins og þú notar hálfviti eða eitthvað skilur Nei, þetta er meira sem tala mjög vont Nú er þetta ljótt Já, þetta er ljótt Já, ég skil C-orðið, það er bara svona að kalla þetta C-word Já, þú gerir það ekki, já, ég skil Já, og fólk var á því að þetta væri búið að eyðileggja fyrir hann hann er aldrei Sir David Beckham en fólk virðist vera búið að fyrirgefa þetta 8 ára seinna því að hann er loksins að verða Sir David Beckham Já, þetta er skemmtilegt Þá er hann komin á sama level á June Ég er Sir Ég á lóð í Skotlandi Ég fekk hann í jólagjöf Ég get svarið þetta Ég fekk lóð í alvöru skjál Þá er þið bara alveg eins Þú voru að byggja á henni Þetta er bara einn fermeter Þetta er bara fyrir Ég held að það verið plantað innu litlu tríða Svo er síðasti mólin hann er nú ekki merkilegur svona með það ég sé búin að fjalla David Beckham og Tom Cruise en Katy Perry og Orlando Bloom það er vist vesen í hjónabandinu þar og fólk að tala með þau sé að fara að skilja nánur vinur passin segir þetta er búið og fólk heldur að skilnaðurinn verði tilkynntur í desember þegar Katy Perry klárar tónleikaferð sína Ég hef helviti gaman að þessum heimildamönnum sem er alltaf nánir vinir hjónabandar Það vil ekki tilkynna það hvað tengist á túrnum Ég veit það ekki Selji farið tickets Nei, hvað máli skipta þá Orlando Bloom needs a hit like a crackhead needs a hit Hvað er langt síðan að hann var í góður í bíó Hann á bara að vera álfur með boga hann getur ekki verið eðlilega góður í þessu Já, var hann í er þetta sem í Lord of the Rings? Já, þetta er Legolas en sko náttúrulega á þeim tíma þá er hann bæði með Pirates of the Caribbean, hann er með Lord of the Rings, hann var bara stærstur í heima alltaf á sama tíma en það voru heldur langt sem maður sá einhverju góða mynd með Orlando Bloom Er hann bara í einhverjum ævintýramyndum með? Nei, hann er á einhverja myndir hann reyndar góðu punktur, maður hugsa hann á ekki það mikið að myndum En þetta var slúður pakki dagsins, var hann ekki bara nokkuð þéttur? Jú, bara flottur Hér strax eftir auglýsingar ætlum við að fara í nýjan lið sem heitir Hvor er nær og já, svo er Brandarhótt Seniors og spurningkeppni Gilsarans og eitthvað sér nefnt Topp tónlistarstöðin FM 957 Þetta er FM 957 á FM 957 Þetta er King Drake með lagið Nokia Þetta er ekki frákvæmst lagar, drengir Jú, er það ekki, ég var ekki alveg að hlusta Stóni þekkir þessa tónlist betur Ég er meira í Ég held að í þessu bífi, ég held að ég hef verið tím Drake frekar heldur en Kendrick Lamar, ekki það, ég skipti mér í lekkert að þessu Nei Mér finnst alltaf að Drake eða fleiri flott lög Ég get alltaf að nefn fleiri lög með Drake heldur en Kendrick Lamar Það er nokkuð ljóst, en sko, drengir, ég var að spæja að fara í splunkun í hann dagskrálið með Hvað þarf að bjóða okkur upp á? Ég var að hugsa hvort það ætti að vera í blöggastinu eða í FN95 blög og svo hugsa, herra, það er svolítið tími síðan ég kom með nýjan lið í FN95 blög Já, þurfum að mæta með nýja lið hinga Já, náttúrulega, það eru bara 3 þættir eftir, svo er sumarfrí og við þurfum að koma með nýja lið eftir sumari Það er bara allt að regla á hverju ári Já, eftir þennan þátt, já, hörðu, þá voru bara 2 eftir Já, við náttúrulega tökum alltaf en blöggasti verður aldrei frí Nei, blöggasti er í júli Þessi þáttur, við tökum júli
Off. Alltaf verið frí í júli. Þessi liður heitir Hvor nær? Ok. Og ég kem með sem sagt, 3 spurningar og þið eigi að giska, bara koma með tölu og sá sem nær tölun og ég vil, ég nenn ekki að segja, það er svo leiðilegt ef að annars segja bara, ég sé einum minna, einum yfir. Það er ekki varnarleikur, til að vinna, bara reyna að giska. Bara, hugsa þetta. Við ættum þá í raunin að senda þér núna bara á tjattinu svörun okkar. Það litast ekki að því. Já, kannski Þú lest svo bara upp, það er skilur banna bara að vera að spila varnarleikir, skilur Ok, eru tilbúinir? Þessi liður, hann vaknaði í gær því að ég var að horfa á, hvað heitir þessi raunveruleika þáttur? Below Deck, hafið þið horft á þetta? Nei. Það er einhver svona snekkjur og þetta er svona raunveruleika þáttur bara stappið á snekkinu eitthvað. Ég ætla að horfa á það. Já, sko, þú bentið mér á þetta. Já, þetta er skemmtilegt, En já, bara eftir að taka reynsla á þessu. Ok, en þá fór ég að hugsa, ég hef alltaf verið að sína þetta var einhvers staðar in the tropics eða hvað sem þetta var og svo endalaust á fiskum alltaf. Þannig ég spurði bara hérna Rakel, hvað ætli sé til margir fiskar í heiminum? Bara svo sjóbirtingur eða lax Já, þannig að nú spyr ég ykkur drengir og sá sem ykkur nær færi stig. Hvað eru til margar tegundir af fiskum í sjónum sem vitað er af? Sko, það náttúrulega finnst nýtt kvikmynd í sjónum daglega, sko. Þetta er sem við talaðum í dag. Já, þú tala hversu margar tegundir. Já, þannig að og svo fólk fattir sem er að hlusta, lax er ein tegund. Já, þú veist, en ertu að tala sko, fisk eða ertu að tala sjávadýr? Nei, ég er að tala bara fiska. Já, ekki bara eitthvað svona Kolkrabbi er ekki fiskur. Nei, en svo er líka bara eitthvað drast sem er bara svona eitthvað fljótandi. Ég segi 30.000 mismöndi tegundir af fisk. Þú segir 30.000. Já, en hvort er þetta að tala því að stundum er líka bara fljótandi einhver hnoðri og það er dýr. Það er ekki fiskur. Það sjávar stöf. Það þarf að heita fish. Já, að fish. Þetta er fiskur. Þetta er flokka sem fiskur. Sko 30.000 þegar ég gæti nefnt nokkra 5-6 sko, ufsi, lax, sjóbirtingur. Já, þú veist ekki að fyrir að tala þetta upp. Nei, þú veist ég get ekki nefnt, skilur 30.000 fiska sko. Nei 30.000 er heldur mikið. Ég myndi alveg gíska á 30.000 gæti alveg verið eitthvað sem væri í sjónum. Alltaf segja 29.999. Nei, það má ekki. Það má ekki. Í svona tölu finnst mér ég þurfa að vera töluvert neðar til að vera ekki að svindla. Hvað ætlar að segja? Ég ætla að segja helmingin af þessu, svo þetta verið mjög spennandi, ég ætla að segja 15.000. 15 fiskar. Já. Það eru 35.500 tegundir til. Egin er komin í 1. Út í vesinni maður. Já, en við fáum að fiska. Við erum bara með kannski 100 fiskar hérna. Já, það er náttúrulega til endalins staðvísum. Já, ég meina ég hef sagt ykkur söguna því ég reynda að veiða makrílin eða ekki upp á höfninu Reykjanesbæ. Það sem var allt í makríl og að veit allir um og þú. Já, og festir spúnin í einhverjum krakka. Ég bara virðist ekki geta veitt fisk. Ég hef veitt nokkra fiska og það er bara veit þetta á höfninu. Bara góður í mörg öðru, skilur. Já, það var stór merkilegt þann sko. Góður og hlið og svona. En hérna okkur er oftur búið í veiðiferð. Við höfum aldrei farið í veiðiferð. En þú ert komin í golfi núna, Egill. Já, sko, ég held að veiðiferð gæti verið veisla. Þú veiðir eitthvað aðeins, svo ferði í skálan, svo ferði í steik. Er þetta ekki bara það? Er þetta ekki bara fyllir í skála? Ég nenni ekki veiðiferðum. Ég er búin að ákveða, ég ætla aldrei að fara í það. Þú ert ekki búin að prófa? Nei, þú veist, ég nenni svo bara ekki. Svo er það kannski ógeðslega gaman að standa út í á og kasta. Ég bara veit að ég mun ekki að það gaman að berjast við eitthvað sjóbirting í vöðlum eitthvað út í sjó, sko. Ég bara ég veit ég hef ekki gaman. En ég hef gaman að golfi, ég veit ég mun finna það, sko. Þú getur ekki sagt þetta því að til svo mikið af fólki sem það þarf að byrja að veiða segir þetta sé það skemmtilegasta sem hann gerir. Málið er það skemmtilegasta sem fólk gerir er að fá break frá lífinu. Já, það er það bara að komast út í á og... Það er líka alveg gaman að fara bara í bíó. Það er bara svo mikið styttra. Þetta er helgi með strákunum og þetta er bara okkar AC, skilur. Já. Það er, þú veist, þannig eru veiðiferðir. Bubba AC er að fara að standa bara út í á. Já, sko, já, fyrir hann af því að hann náttúrulega er bara, þú veist, edru og bara, honum veist bara geggja að vera að veiða og finna, lyktin í loftinu, sko. Já, endalaust þessi lið sleppi líka fisknum. Það er ekki að koma heim og eldan. Þetta ættir að vera því. Þannig byrjaði veiði. Fólk bara að veiða er matar. Sjáu þið mig, mynd og svo sleppir. Já, þú veist, það var enginn eitthvað upp á fjöllum að veiða eitthvað pinnsvín eða eitthvað göld eitthvað stað bara gaman að sko. Hann var bara að reyna að fá salt í grautan bara fyrir sig og sína. Pinnsvín? Það er þetta brokköldur sko. Það er enginn að veiða hann sko. Villisvín alltaf þessu. Eða eitthvað dádýr. En ég er að segja, þú veist, stendur ekki aðdáðandi
fisk? Nei, ég dæmi það ekki heldur. En það er 35.500 týpur. Já, ég á ógeðslega marga vini sem eru á kafi í veiði og dyrk þetta og ég er alltaf að fá mig með sko. Ég veit að ég mun ekki veiða neitt og ég stend bara að einhvern veginn, ég er asnalur, ég á ekki fötin í þetta og ég nenni ekki að byrja í þessu. Nei, Það er bara ég er svona millivegurinn á þér og veiðimannsins. Ég var alveg til að prófa þetta og sjá hvort þið fengið þetta. Ég byrja þá því að fara bara, ég get farið bara með þér á þingu allavega, bara þið tveir bara með eina sökku eða einn svartan tópi sko. Ég myndi aldrei lena því. Herðu næsta. Chatradangji, ég voni sé að byrja þetta rétt, er minnsti maður allra tíma. Nú spyr ég, hvað var hann hár eða lár í loftinu? Ég sé þennan mann í Guinness-bók. Já, er þetta ekki indversku maður með mústas? Ertu við mynda á hann? Með mústas? Þetta er indverskt nafn vissulega, sýnist mér, Chatradangji. Og fyrst þetta með hugsa sko, er þetta kannski svona meter, en ég er að velta fyrir mér, er þessi kannski bara... Sko ég sé mynd af held í þessum göður með stæðstamannunum. Þú voru saman á mynd í einhverju gamalli Guinness-bók sem ég á heima hefur. Ok. Dóttir minn ofta skoða þetta. En er hann minni en meter? Egil byrjaði á hann, núna byrjar Steindi. Já, hann er minni en meter. Ég ætla að segja að hann sé mér langar að segja 47 cm. Ég ætla að segja 53 cm. 53 cm. Það hoppaði upp í hausinu með 65 áður en þú sagðir þetta. Já. En síðan veltu fyrir mig, hann er ekki 30 cm, það var heldur lítið sko. Hann er minnstur í heimi. Það var bara verið helviti lítið sko. Rosalega lítið. Ég segi 65. Ég myndi að bara reglustykku í skó. Það er bara... Það er þreytt að vera. Hann er eiginlega oflítill sko. Já, þá myndi fólk bara stíga á. Það getur ekkert verið í fótbolta. Hvað segir þú? Körfu 65. 65. Ekki körfu. Steindi var helviti nálættis. Hann er 54,6 cm. Það er rosalegt. Já, þú sagði 53. Já, mjög Það er nátt. gamast að eiga sér vin. Hlaupa út í sófanum, réttaði nóga kropp og eitthvað. Sko, hann er samt alveg bara eitthvað dúti, skilur við. Það er bara fullorðinn maður. Hafið ekki séð Það getur bara að leika við alveg sem að vera hamstur. Hafið þið séð vídeoið þegar Tyson heldur að Hasbóla sé bara 10 ára. Hann heldur að sé hitta krakka. Hann purrar á hann hálsin. Já, Mike Tyson náttúrulega bólu friðin sko. Hann kýtlar hann. Hann heldur að sé bara krakka. Og fullorðinn maður. Og þetta er bara fullorðinn maður sem vildi ekki átt að kýtla hann bara hélt honum og bara purra honum hálsin og kýtla hann allan og nagi í hann einhvern stemning. Þetta fór út allt eitthvað Mike Tyson thinks he's a kid eitthvað. Þetta ógeðslega finn. Það er 1-1. Það er 1-1. It's going down to the wire. Þetta eru 3 spurningar. Síðasta. Ok, það er maður sem heitir Andri. Hann ávíst metið sem eru flestir bjórar drukknir á einum degi. Og þetta gerðist víst frá hádegi þar til hann sofnar 11-leyti. Ég sé heimildamyndum minna mann. Þannig að við erum að tala Þetta er líklega heldur margir bjórar. frá hádegi til 11. Nú er ég ekki það góður í staðfræði. Þetta eru hvað, 8 tímar eða ekki? Ef þetta er frá 1 til 11 þá er þetta 10 tímar. Já sko, þá hann í average man tæki þarna kannski 1-2 afræts og klukkar eða ekki. Hann var glímukappi. Hann var risastór. Rétt, hann var jafnstór og sjálf. Það sagt að það getur tekið allan 1 á mínútu myndi ég alltaf. En já, Egill á að segja undan. Hvað drakk hann marga bjóra á þessum 10 klukkutímum? Ekki þarna reikna, þetta er bara svona giska. Bara random giska. Hvað haldið að metið svona áður fyrir mér svörin eitthvað? Hvað haldið að metið ykkar sig af gull light og einu degi? Og þetta eru hálslítisbjóra svo ég takk ég. Og ég held að við hér sem erum í ágætis bjórstandi Hefum að náð 20 og einu degi? Já, ég ætla einmitt að segja að við getum alveg tekið 20. Og byrjar 11:15. Já, þetta endar í linner á degi 2 degi 2 tengingu eitthvað stærra erlendis. Það var alveg farið niður 20. Það kemur líka alveg óvart hvað þetta telur hratt sko. Ef þú ferð á okkur pub, þú ert að taka kannski 3-4 bjóra og svo næsta og ferð kannski á 3-4 pubba og byrjar eitthvað daginn. Ég held að meðaltali í svona ferð er kannski 11 á dag. Ég myndi halda þessi gæði að það tekið 200 bjóra. Þú ætlar að segja 200 stykki? Loka svar. Það hljóma sem álur maður. Sko, máli er að smá svindheld ég því að ég minnir að ég muni tölun. Já, ok, þá þurfi ég að breyta sem næst. Þú varst alveg way off í fiskunum. Þú grein látt heimsmyndu búið Guinness. Veist ekki þú fiskast. Nei, máli er að
ég held þetta séu sko 1200 bjór. En ég ætla jú, ég ætla Það rosa allt ef hann getur drukkið þá einu degi sko. Ég máli að 1200 bjóra? Hann drakk stundum bara 10-15 bjór í hádegismat sko. Bara Þú ætlar að segja 1200 bjóra? Nei, ég ætla Já, það var lokasvar. að skrúa þetta niður í 1000. Þú segir 1000 og þú segir 200. Þú er dauður, hann er ekki 1000. Ég bara, ertu eitthvað rugglaður? Mér minnir hann hafi drukkið bara. Hann drakk ekki 1000 bjóra á herðu, rétt svar var 125 bjórar. Þannig að ég var nær, það voru ekki 1200 bjórar. You got it wrong sko. Enter the Giant. Ég ætla að googla hann. Ertu að fara að fact-checka þetta? Það voru 125 bjórar á einu sólarhring. Ok, á 10 tímum. Hérna stendur hérna já, hann drakk hérna 117 bjóra í single session yfir 90 pints in 3 hours. Þetta er bara var ég með eitthvað Akkur varst þú með 1200 bjóra. Þetta getur ekki drukkið 1200 bjóra. Þú vannst fyrstu keppnina af Kori nær 2-1. Þessi er komið til að vera, myndi ég halda. Já, en við ætlum að fara nú í lag, drengir. Ég vil meina að þetta sé besta lagi frá okkar drengjum í Húba Búba, Stara. Við höfum ekki tekið þetta hérna, allavega ekki svo við vitað, en þetta er mikið spilað í bílum hjá mér því að drengirnir minni dýrka þetta. Til lukku með þetta, Húba Búba. Þetta er FM FM 957. Þetta lag heitir Stara og er með, gangurum í Húba Búba. Og þetta er, eins og ég sagði aðan, mikið spilað í bílum hjá mér. Og ég er að fíla þetta í tællur. Krakkarnir eru óðir í það. Já, og við líka. En það er hins vegar komið að dagskrárliði sem að núna næst nýjasti dagskrárliðin í FM95 blöð eftir Kori nær og það er Brandarhótt pappan Steinda sínjórinn slær á létta strengi eins og liðurinn heiti vist fullu nafni. Gíska á pönslani. Ég er náttúrulega með ykkur bara í því. Já, en eina náttúrulega pappiðin kom að árita von og von spjaldið sem verður dreigið út í sumarleik Blökarsins á sunnudaginn við byrjum klukkan 7 í beinni útsendingu á vísi.is og sjónvarpi Vísis. Ekki missa því, til þess að vera með þarfst að vera áskrifandi og gerist áskrifandi f95blöð.is. En hann sagði áðan fyrir framan okkur að þú þyrftir að hlusta á það því að einhverjir þarna væri kannski of grófir. Já, ég hlustaði ekki. Samt tókst ekki reynsli, ég fíla það samt. Ef að koma tveir grófir. Gamli Steindi hefði alltaf hlustað og verið að passa upp á þetta. Koma tveir grófir, hvað? En sko, svo getur ekki verið það gróft. En ég fór líka að hugsa, ég meina, hann náttúrulega er bara komírin, hann er bara með sitt grín og sitt krát, það er ekki okkar að reyta sko hann. Nei, þú sér líka bara sér stærstu, eins og pappin er að verða Ricky Gervais og Dave Chappelle sem er að mínum að þetta einu svona 2 grínistefni sem að létu cancel culture ekki stjórna grínunu sínu þegar þetta var upp á sitt versta sko. Nei, þið heldur bara þeir stóðu bara í lappinnar og enda voru það bara bestu spesialar sem eru séð. Sticks and Stones með Dave Chappelle þegar hann er í græna gallanum er besti special sögunar að mínum að ég hef aldrei hlegið mikið og grínið að Saddam Jackson og Macaulay Culkin og þetta, ég veina þetta er bara að finnast það sem ég séð á æðunni. Mjög gott ég sko, hvað er með margar hjá sínjóri dag? 4, 6, ég er að tala 7 stykki. Það gæti verið eitthvað mistök, stundum byrja hann og hann kann ekki að hætta við. Hann kann ekki að eyða voice-skilabóðum. Nei. En það var líka gaman að hitta kallinn á hann. Ég var ekki búin að hitta hann síðan að byrjaði með liðin. Hann er ekkert breyst. Nei. Hann er bara down to earth og tók í spaðan á manni og faðmaði mann og Já. Hann er ekkert að stígunum til höfus. Nei, ekki neitt sko. En á heimilinu og svona. Nei, hann er bara Sigga ekkert að kvarta. Nei, hann kikir bara til garð og er að smíða alltaf eitthvað. Hann finnur sér alltaf eitthvað. Hann er alltaf brjálað að gera hjá hann sko. Oft hættulegt þegar menn byrja að fá svona athygli seinna árum. Já. Vistu upp á fiðringin og þetta allt. Hann getur verið að skoða eitthvað DM svo eitthvað kallinn. Já, og þá er hann sér á nýjan kamaru og svo er ekki eðvögt. Og svo er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega alltaf gerast í minni fjölskyldu. Nú mamma mín er að vera löglegur ellilífeyrisþegi núna bara í júní. Já, sama hjá með mig. Það er svakalegt. Ætti að vinna. Já, haldið að við náum þessu 67 ára aldrinum, haldið að við þá er ég ekki að tala að lifa það lengi, heldur er ég að tala haldið að það veri búið að breyti þessu eins og planið í Danmörku og núna. Þetta verður svona 70 þetta hjá okkur spáði. 73. Og kannski krakkarnir okkar Við verðum ennþá hérna bara á FM sko. Ég meina þau sko krakkarnir okkar fara kannski bara á ellilífeyri bara 85 eða eitthvað. Sem er jákvætt. Það er alltaf að vera að passa að við fáum ekki peningin okkar sko. Herru, það verður passa vel upp á það. Herru, en við ætla að byrja þetta hérna, drengir. Já. Eru þið klár? Byrja svona. Þetta er fyrsti af 7. Reyna að giska pensunni. Maður gengur inn á bar og sér þar 12 ljón. Hann verður skíthættur og spyr barþjónin af... Já, býtu. Hann sá 12 ljón. Já, spyr barþjónin. Það eru svona mörg ljón hérna inni. Akkur er svona mörg ljón hérna inni.
Þetta er gamla og góða orðagríni sko. Já, en er þetta kannski rauða ljóni eða? Er hann að tala um það? Dösun Þetta gæti líka verið Lions 12 ljónin inni og barþjóðin segir þetta er ekki bara, þetta er dýra ég veit ekki Nei, það er alveg, það er erfitt að giska stundum á 12 ljónin inni Já, og barþjóðin segir Eru þið ekki bara fyllir í það? Jú, ég meina hann er stundum Eru þið alveg ekki bara hell í sig það? svakalega tvist á þessu Bara hress ljón að hell í sig Já, ég var, hlusta það er fínt Barþjónninn svaraði, þetta er Lion Bar. Þetta er Lion Bar Þetta er besta Já, grín já, bærinn- Þetta er besta orðagrín Ég get lofað því og Sverrir Bergmann og Sveppi Krull eru grenjandur hladurinn Já, Þetta er Lion brandari. Bar sko Þetta var Lion Við Bar áttum að lesa þetta auðvitað Auðvitað Þetta er ekki bara einhver ljón og fyllir í Nei, nei. Þetta er orðagrín Þetta var Lion Bar Lion Bar Vinnum áfram orðagrín Mér finnst þessi góður Já, góður hann Það sé á næsti Nýræð kona leitaði til læknis. Hefurðu farið í legnám? Spurði hann. Í leðlám Já Nýrað kona að leita til Þetta getur einn af þessu skrítnu Hefur farið í legnám Nei, ég læri ég- bara starffræði Spá Jón segi, þetta er eitthvað annað. Já, nám, mjes Já, ég spá hún segi bara, nei, ég kláraði bara háskólan Djöfelli fyndi ég verðilega að segja ykkur eitt þetta östuðt maður Sko mammin og pappi eru alltaf í rannsóknum Þau eru náttúrulega, þið vita að hef þetta frá þeim sko, að vera svolítið nájaður alltaf þegar ég hittu, þá er það alltaf einhverstað nýbúin að hefur verið hjá hjartalækni eða hjá einhverjum lækni að láta mæla eitthvað og það er aldrei neitt að þeim sko þau eru alltaf bara, já, bara flott maður, kom flott út og Bara svona tjekka til öryggis. Já, einhver búin að vera með hausverk í 2 daga og þá er allt sett í þetta sko og það er alveg farið að stað sko og svo ég má alveg segja þetta svo pappi að segja mér að hann var að fara sér fótt til þvaggfaralæknis að því hann var alltaf að pissa þurfti alltaf að vakna og pissa Á nóttinni að því hann er bara að vera gamall eða þú veist, hann er að eldast það er skýringin að því en það var ekki alveg nóg fyrir hann sko að bæli því og hann fer og mamma var búin að segja við eitthvað, já þú veist að hann er að fara að skoða því og svona, nei, hann gerir það ekkert mann er bara að spyrja með eitthvað spurninga og eitthvað svo mæti hann að það er eitthvað læknir, eitthvað mikið yngri læknir sem segir bara við hann, herru já, við kíkjum bara á það maður, herru, girtu bara niður og síndu bara titlingin Og bara ekki orða þetta svona hann orðaði þetta svona það er það finna við og pappi var að segja mér, hann sagði bara girtu bara niður og síndu bara titlingin ég fór allir í nótmaður og ég held að ég myndi bara að fá okkur spurningar og svo var ég alltaf bara lagstur á bekk maður og slanga setta inn maður og mynda allt hjá mér og nei, svo var allt í læg sko hann sagði þetta væri bara, ég var eitthvað eldast Og var allt í læg kemur sér í þetta sjálfur Þetta er enda grjótör lína hjá sem lækni já, hann hefur bara Getur niður og síndu það titlingin hann hefur bara séð sínjón, já, ég hendi niður buxunum skoðum aðeins á það titlingin Þetta er eins og King Robby sem var með okkur inn í golfferðinni það var þegar við vorum í Pólandi og það er alltaf verið að svissa því það voru 32 að keppa í svona ræterkeppni þannig að voru 16 og 16 í sikur lið þannig að þú varst aldrei með þeim sama fattaru í einu geimi 18 hólur og svo næsta geimi varst að koma eitthvað nýjan með þér í bílinn úr sama liðu þú svo bara þekkti hann ekki þetta var bara á degi 2 eitthvað, vissi ekkert hvert það var svo er ég eitthvað að kvarta nei, þetta er á degi 3, þetta er bara rétt árið fyrir mig heim og ég segi bara, já, nú bara þarf maður að passa ég tek ekki á marga bjóri, ég nenni ekki á þunnur það er bara reality hits þegar maður kemur heim á þriðjudaginn ég er bara að taka upp blöðkastið og bara beint í vinnu hann bara, já, það er sama hér ég fyrir beint í vinnu á þriðjudaginn en það verður ekki meira en einn í dag ég bara, já, ok, hvað gerur ég er læknir ég var að kvarti við þetta að taka upp blöðkastið hann er bara að fara í mæta bara 16 tíma vakt já, upp á sjúka, þetta er bara að framkvæma aðgerð þú ert að röfleika í blöðkastinu ég er bara svona, herru, sorry með þetta það er smá munur á þeim herru, nú mann ég ekki nefnilega hvað hann var blandan ég ætla að spila hann bara það var nummið 2 já, maður sé, ég ætla að spila hann bara alveg út Nýræð kona leitaði til læknis. Hefurðu farið í legnám? ég sagði nei, fjarnámi Spurði hann. Ó nei, svaraði konan. Ég fór nú bara í húsmæðraskólan. já, ég náði þetta var komið ég las þennan hann fór bara í annan nám punktur í hús punktur í hús Já. það er mjög stert af því að oft kom ekki punktar hérna sko Nei. herru, vil ég að fá hann í heild eða gíska giska já Til hamingju, Sigurður. Þú ert í mjög góðu formi með mannum 60. svo kemur eitthvað smá í viðbót það er bara 2 sekundur eftir það er mjög Hamingjusigurður að hann segir ég er eitthvað fertur já, það ekki, ég ætla að segja það er hann ekki bara 20 eða 40 Já.
Vest að þú ert bara fertugur. Það er að segja rétt tala sko. Sjóðandi núna, Við erum komin í álur í gýr núna. Já. En samt fína, þetta eru fínir brandara. Já, þetta er fínt, mjög fínt. Hann alltaf geymir alltaf neglurnar sko. Það koma hljóta að fara að koma núna. Gamalt húsráð. Ef eiginmaðurinn hrýtur og heldur fyrir þig vöku, skaltu íta fótunum hans í sundur. Það betur Gamalt húsráð. Ef að eiginmaðurinn hrýtur, íta fótunum honum í sundur og hvað er Það er þetta? að setja eitthvað í rassinn á hana. Ég þori eiginlega ekki að Þetta er spila þetta rest. takk í hann þar. Spilum við rest. Já, Kottu með þetta. Ok. Eiginmaðurinn hrýtur og heldur fyrir þig vöku, skaltu íta fótunum hans í sundur, þá detta eistun fyrir raskatið og trekkurinn ætti. Ok, þetta er besti brandar að segja það. Þessi var sterkur, þessi er 8 hjá kallinu. Og þetta er pungurinn niður og bara lokar. lokar á þetta. Þetta geti þurft að vera bara einn af opnunabröndurunum sko. Það fer alltaf að síga með aldrinum. Ef hann tekur sjó. Ok. Ég sagði konu minni að brjóstastærð skipti engu máli. Hvað segir það? Konur vilja að brjóstastæri skipta engum máli. Já, ég held nú skipti svo málum einhvern veginn á endanum. Já, svo er það stærður. Já, ekki gott að vera með þetta. Þessi er hættulegum maður. Nein. Þú veit samt meina mín sig og stór. Já, góður. Mjög góður. Það eru margir Tveir eftir. Það eru 2 neglur, 14 sek og 12 sek. Ok. Jóna hýru. Já, það tökum við það. Hvernig gengur hjónalífið? Þokkalega, svaraði hann. Við eigum von á litlu háværu tannlausu kvikindi. Nú er konan ófrísk. Svo er 3 sekundar eftir. Það vantar náttúrulega, svo kemur eitthvað. Nú er konan ófrísk. Já, betur nú konan ófrísk. Ég vona okkur kríli saman það ekki. Hvað er bara með Ekki? þetta? Kvikindi. Nei, mamma hennar er að flytja til okkar. Spilum við hennan í gerðisvæðin. Hvernig gengur hjónalífið? Þokkalega, svaraði hann. Við eigum von á litlu háværu tannlausu kvikindi. Nú er konan ófrísk. Nei, mamma hennar er að flytja til okkar. Litlu háværu. Þetta er þetta sem gróði hjá honum. Kvikindi. Hann hefði greinilega áhyggjur af þessu. Hann sendi hérna Þessi er mjög góður. Þessi var fín. Höldum áfram. Síðasti, vil ég fá hann í heild eða? Já, hvað er með bara ég heildi Þetta er eflaust sko, hann lokar yfirleitt á neglunni sko. Hvað er með hana? Þá segir konan, freka pirruð. Hættu þessi fikti og stiltu á klámrásina. Þú veist hvernig á að spila golf. Ég skildi hann ekki. Jú, hann kann golf, hann er að horfa á golfrásina, hann kann alveg að golfa en hann kann greiðlega ekki ríða. Já, og núna segir hann að hætta að horfa á golfrásina og horfa frekar á klám. Þetta er bara mjög gott. Helviti grófur í damer. Svona vil ég hafa Við það. getum ekki spólað tilbaka. Það verður betur og betri. Bara hverju skiptum. Enda er 1-on-1 spjald á leiðinni. Það er einhver heppin sem fæði á sundaginn. Eitt verður með þessar spjaldið en við skuldum auglýsingar svo fyrir við í spurningkeppni Gilsarans og ef við mann rétt á orða King of Being a Patriot í það 17. júni á þriðjudaginn. En auglýsingar fyrst. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Já, einn heitasti tónlistamæður landsins ef ekki svo heitasti Birnir og hann verður með höllina í september. Já. Tjekkið á því inn á Stubb ef ég mann rétt, hann var ekki með þetta á tix.is heldur inn á Stubb og kemur ekki orð að vera uppselt þar en við ætlum hins vegar að fara núna í hvernig er hérna með bestu deildina, byrjar hún ekki aftur helgina? Jú, það búið sem að pása á þessu landsleikjum. Byrjar á morgun og hinn eða eitthvað. Allavega morgun eru leikir. Afturölding í á morgun, það er svaka leikum. Ég elska að hafa Pepsi í deildinni, nei, hérna bestu deildinni í gangi. Já, sko, ertu að grínast líka munurinn að vera með lið núna í bestu. Það munar svo miklu, þú veist, það er gaman að horfa á þetta alltaf. En að vera með lið. Afturölding í á sunn. Manstu þurfa á hérna, varst að segja þú hefði pakka gumma ben saman hérna þegar afturölding var á eitthvað smá róli og grenjar og hlátri. Ég sko, málið er að kannski veit hann hvað hann að segja. Nei, afturölding lendi í ógæðslegri umferð. Já. Það var bara þeir tapa þarna útivalli öll hinliðinunu. Já, sem eru svona í mitta sem þau afturöldingar að berast mikið við það. Nei, töpu á heimallinu valið ekki. Jú, heimallinu val og svo bara vinna öll hinliðin sem að svona eru hérna í næstu sætunum sko. Það var ekki gott. Nei, en það kemur önnur umferð, þetta er rétt að byrja sko. Nei, ég stið þína menn. Já,
ég ætla bara að segja hana Við erum að fara að halda okkur hana sko. Það er bara staðan Munið þetta, staðfest þetta 13. júni Hann Steindi Junior að afturhelding aldrei að fara að falla Nei, minna, þú veist ekki svona mikið stemningslið Já. Sverður að vera hana Held með ykkur En það er eins og að komið að King of Patriots 17. júni á þriðjudaginn Og já, eins og flesti vita er þjóðatíðadagur Íslendinga Og við ætlum að eigið menna ég hef aldrei unnið þessa kemni Þetta verið áður, þú aldrei unnið okay. Og tjens í dag Já, ég hefndi samt alveg að kalla mig Patriot Ertu það mikill Patriot að þú tárast út í skrúðgöngu á 17. júni? Nei Það var í skríti En ég fengi gæsahúði yfir þjóðsöngum Er það stig? Sko það var, ég er með í auka spurningu Sem frekar lík sem didn't make the cut sko Er það mikil Patriot og kant íslenska þjóðsöngin utan að? Nei, en ég fengi gæsahúði yfir Ok, það er, mér langar ekki að punkt fyrir Ég meni, ég hef líka örgulega fengið gæsahúð Þú vart að vita Nei, ég meina, ef ég er okkur landsleika á Laugardalsvelli og ég fæ kannski gæsahúð Það gerist hjá mér í Fraklandi Þau langar ekki að blöða punktana sko Já, Ég er það mikill Patriot, ég fekk gæsahúði yfir þjóðsöngum Ég fengi gæsahúð Líka? Já, ég hef verið á stórmótum og horfa á leiki sko. En hvað var spurningin? Hefur þið grenjaði skrúðgöng? Já, ég er bara ekkert með tára svo að allar veist að það hefur verið að syngja okkur lög og allar að labba allir í gýr og... Já, Það er bara ekkert þreyttar en skrúðganga sko, máli er að Ef ég táraðist þá var það á leiðundum Já, sko, yfirleitt er þetta náttúrulega sko, skátarnir leiða og ef Ég er ekki að gera lítið úr skátunum Nei, bara sem nei, bara maður en ekki verið skrúðgöng Nei, ég er að segja, ef það kæmi núna að vera að sína bara hérna í kvöldfréttum frá skátarnir labba með fánana og svo kemur svona blöð hérna bakuð og hágrátandi, það er sérstakt sko Fólk haldi ég væri bara eitthvað tráma Ekki sko. hákar Það var í sérstætt sko Það er 0-0 Okay. Hefur Óskar aðeins hátt og getur áfram Ísland Já, Í beddanum rétt á hennar háman Nei. Það var þetta pre-ejaculatuðu báður hann og sluðu já já, ég meina áfram Já, Ísland ég er bara svona, þetta er svona stemnings Hversu hérna. Ef þú ert ruglulínar? álveru Patriot Ha? Já, þetta er skrítið Það væri svo skrítið Ef þú væri með stelpu og myndir öskra áfram Ísland rétt áður Nei, bara aldrei Það væri bara Þegar er maður Það er ekki, galin já, í- það er ekki Patriot Það er bara, það er eitthvað að þér Fannst hún ekki weird þegar ég sett hana niður en þegar svo ég finn ég núna á nefn skrítin Já, hún er mjög skrítið Já, Það er ólíklegt að einhver myndi fá punkt þarna Það er einhvers að hlusta sem myndi fá punkt engin Nei. Kannski gerir þetta einhverju kvöld Heldur þú flaggir í hálfa 17. júni Flaggi hálfa, hvað Það er sorglegt, það maður ekki að flagga alveg Ég er eiginlega Hann er að tala um penisina sko. Jésus, er þetta allt svona núna Byrjaði ágæmlega Málið er Hvað að er flaggi hálfa penis? Hann er að tala um bygg blöðurinn er ekkert með eitthvað að fánast einhvers í garði sko, það ég get lofa Ég því líka maður flaggar ekki hálfa Það er sorgið því Þú getur flaggað Nei, ég er ekki með fánast Hvað er það að spyrja hvort ég fá að semma Já, á 17. júní? Semma Já, ég raun Það er Ég einu bara veit spurningin það sko ekki Það fyrir Hann bara spilar í Gera á Já, Það bara var skrítið sko, þetta er svona Tvennt sem spilar inn í fjölskylda þar dagur sko Já, Það eru bara gasblöður og pulsur og það er tvennt sem spilar inn í þarna og ég veit ekki hvort það gerist Einu sjensin á sig er ef að kona minn í einhverjum gýr eða ég sé mjög þunnur einhvern veginn Þá geta það gerst En ég er ekkert að fara að drekka á 16. júni getur verið Nei, mánudaginn. Það er stór partídagur á mánudaginn sko Ég er ekki að fara að gera neitt Ég er að fara að gera eitthvað Ég er að fara að horfa hérna, tónleika með úlfónum og En það er langblautast rauð Hvað er Nei, þið 0-0? voru í golfferð Ég er búin að vera hérna bara alveg þvílíkt etru Kemur allan ekkert tímann. óvart Þú setur að fá þér í kvöld og mánudaginn Og næsta spurning, þið fáðu punkt þarna 100%, ég sé það bara okay. Hefur þið farið í slella á 17. júni einhver tíma? Já, bótt Já, Þú voru ekki einhver ráandum í bænum eitthvað og Það hlýtur að vera. með landa Já, já. með einingu frá landakös og Nei, ég hef reyndar aldrei verið með Ég hef aldrei keypt með land á æfi minni En hefur Mjög skrítið. hvað slítur að vera að dæl í ykkur félagana? Nei, Akkur ég hef ekki keypt landa Akkur kroksarinn ekki með hérna land á sín tíma Fóru bara í ríki, stutt að fara Ósalegt Já, líka fylgta liðið sem gæti alltaf keypt fyrir mann Það þekkti nokkra sem voru nokkur árum eldri Hvað var, akkur vildi Kös ekki deila þessu? Hvað er ekki landakur? Já, ekki Nei, þú veist, ég veit að hann er ekki sjálfur eitthvað að eima eitthvað inn í Og skúr ekki hjá þér. pappans heldur eða eitthvað Það er einhver í Hann kringum kaupir þetta Já, hann er með, hann fær þetta Það var alltaf með sko. þess að böstinni sem að græði alltaf landa á sínum tíma Það var hérna Ebbalandin frá Siglufirði Já, En ok. ég drakk hann ekki Hefur verið hardworking man að hátíðar taksta á 17. júni vinnandi bendandi á mikið magna titling
Ég þurfti að taka hætti Akkur hefur ekki bara hitt, hátíðarfesta Sko hefur Hefur unnið á hátíðarfesta, það er bara góð spurning Ég bara sko Það sundlegar það er ekki galopnar á 7. júni Ég er ekkert viss það Er það? Þessu lokaðar Ég menna þetta ekki rauðu dagur, hátíðsdagur Góð spurning sko Ég held að það sé ekkert Þú hefur aldrei verið að vinna okkur stað sem Jú, hörðu, vörþrendar Nei, ég vann ekki á 17. júni En ég hef unnið á 17. júni, ég er náttúrulega oft skemmt á 17. júni En það er ekki nefnum hátíðardagsna Nei, þetta er nei hjá mér Já, ég hef unnið á 17. júni en ekki þarna Veitu, hvernig er staðan í þessu? 1-1 1-1, já, við erum Sko, lélegir. það fór líka jafntefli 2002 Það stendur í jafntefli í rauninni aftur Já, líka þú varst kannski að fara að breyta einn spurningum Það er engin öskra hérna áfram Ísland þegar þið fáðu Það er mjög Kottum með eðlilega spurningar Helviti spesmaður Ok, hérna er einaðileg Heldur þú verið pekkaður á 7. júni? Nei Það er það ekki heldur Það líklegt? getur staðfest að það verður ekki Bara Á 100% þriðjudegi? Já, bara aldrei Þriðjuti, það er ekki issue þérna Þetta er að verða eiginlega núna Bara sú spurning sem ég 17. þoli júni, minnst. þú veist Hag 2 að koma í pásu og Peggi tók aðeins við Já, sko. ég er að finna, ég er að gefast upp á pegginu sko. Já, Peggið er búið að sko stoppa stutt en það er búið að vera heldur mikið það Og bara var þreytt Maður má ekki segja aglega því að þá kemur þetta meira sko. Já, ég Nei, það verður ekki Mér líður þessi smá eftir að því Áður ég setja á ís sko Já, það verður ekki þannig Nei, Mertu það mikill patriot að þú ert ekki með hár? hvernig tengist það að vera Patriot? Okkur er maður Bara, Patriot ég þegar held maður að sköllum The Patriots í gamla dag var bara ekki með hár þá Jú, Víkingarnir voru með sítt hár og Já, þetta skegg er bara, veist, fólki í gamla dag var bara Akkur sér maður svona fáa sköllótta vikinga? allir með hikt hár Kom skallin eitthvað setna eða? Hvaða umræðið er þetta maður? Hérna, já, Sko, ég er ekki með hár Sko, þetta er fyrir enda X, ég sé það bara Ég sé síðast að stónið með punktar Já, betur búið ákvæðið punkt á djúnana Nei, Það er aldrei, sko, bóðar aldrei gott Þetta er ekki 100% Þetta er bara Ég séu að var 65-35 favorite Það er nú samt ekkert eitthvað rosa Nei Þetta það mikill patriot að þú trompaðist af gleði þegar að skælagún leiði blöður Þessi spurning er orðið gömul Ég lofa því, þessi það er að fara Ef þú segir já þetta er þarna ekki þá er þetta hægt. X aftur En annars minnur blöð fyrst í kendina Ég er að vinna fyrsta Patriotin mitt Já, en þú veist, eðlilega verið bara Þessi season over, þessi er á hverju ári Einu sem er Þetta er Það bara er erfitt samt að ég finna sko því að er að hugsa Svo ég byrja að semja það eins og klukkan 8 í morgun sko Það er hérna svolítið krefjandi í rauninni, sko. Ég skal bara fara að semja Ég skal bara taka við spurningkefninni Ef við sko mikið að 17. júni spurningu svo geta verið með Endalust Nefnt kvotum með einan bara Ég sem er skárið en bara að pekka og öskra áfram Ísland og eitthvað í rúmin Það er eitthvað bilað Endalust Ég veit ekki hver er bestur að sjá spurningakefni en það er ekki Egill En hver er svo besti? FM 957 Hárið það eru Keiluhöllin og Pepsi Max sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 Klukkan er að verða 5:30 drengir Þetta er búin að fljóta að líða í dag Ég brá bara þegar ég sá klukkuna Þetta er búið að vera helviti fljótt að líða En við erum komni með góðan gest hingað í stúdíóið Ég myndi að segja að hann lítið töluvert betur út en við drengirnir allavega í dag Svolítið yngri sko Kemur hérna inn töluvert yngri með ferskur, tann sko. Já, ég er bara svona hettu í Já, leðjakka bara svona fínum fötum einhvern veginn Ég fekk svona smá minnumáttarkendur að labba hérna inn, ég verð ekki hérna. Þú ert náttúrulega eins og þú Bara ert sko sköllóttu gamall kall en Og við þetta erum er líka náttúrulega sko Jói Kræst, ertu velkomin Takk fyrir Já Fyrsta spurning er alltaf bara, hvernig ertu? Herri, það er erfitt að vera leiður á svona fallegum degi, sko Já, það er gott viður og sko, áttur ekki ammali í gær? Átti ammali í gær Til hamingju með daginn. Takk fyrir Herðu, og hvað, þú voru að segja hlustundur, hvað varstu gamall í ger? Ég var 33 ára 33 ára. Það er alvöru, það er rúllettutala Það er Ewing. Ewing og Bird og Pippen og fleiri Það er þetta réttlægt að hann í rúlletu Það hefur verið rosalega, það hefur allir verið saman í kasino í gær á ammalans Joey Já, Það hefur verið þykkir á 33 En hvernig ertu svona eins og ég, heldur upp ammaliðið þetta alltaf? Já, sko, fyrir nokkrum árum þá sagði þerapisti minn við mig, sko ég ætti að vera duglegur að fagna mér Já. Og ég vissi ekki alveg hvað það þýddi, hvort ég ætti að vera að gera Facebook-status ef ég er að gera eitthvað sem, eða svona, eitthvað þannig dót, ég er ekki á því, sko Nei. Og þá hugsa ég bara, ég ætla alltaf að halda bara ammálið mitt Vel gert. Og ég er búin að gera það síðan, sko Já, það er eitthvað ef að við Steindi væri mjög þerapist sem að vektum kannski að gera þá myndi hann segja Já. akkurat öfugt við okkur bara herri, þú mátt kannski bara fagna þess minna Það sé komið gott af ykkur Þú ert sem búin að mastera þetta blöð að fagna
Já, það bara, hei, þú ert alltaf að fagna Þegar þú varst samt komin, byrjar að vera með hálsársammali. Það var orðið skrítið Það var einu sem ég gert í grín Meðan maður endur með Keflavík þegar það var opið Nei, lengur það var alvöru afmæli Það var afmæli. Já. En hérna, það Þú var helstu upp á í gæri, eða í dag eða morgun Ég held upp á í gær og í dag Já, vel Þetta gert. er svona holiday, svona all-star holiday Það weekend er, like blöð er it. að gera það líka hann Já. Þetta er Blöð Junior Það er þryggja fjara dæmi sem að sæna alltaf inn Nei, í þú veist, sko. þetta er vika, það er alltaf ammælisvika sko. Já, já, og já. síðan er alltaf árið mitt í gangi þannig að þú veist, maður er að fagna Ég er að allan ásins hring Já, djúveldur ánægð með Já, það það er gott. Það er eitt sem að ég er ekkert viss sem að margir viti Þú nú ekki komið hingað til okkar ræðið allavega að þú leikstýrir æði Já, gera það sem að mínum að þetta eru bara ferskustu þættir sem hafa komið í sjónvarpi helviti lengi Já, takk fyrir það og þá er ég með spurningu, verður gert meira af æði eða er ekki hægt að taka eitthvað svona, veist, Bassi og Patrick do Miami og svona eins og hérna, veist ekki maður svona auka sér Já, Kardashians Jú, þannig að Bassi takes a taxi Takes a taxi Þannig að ég útilega það ekki sko. Við áttum gott rönn og það var komið gott að þessi bili sko. Já. En ég Fannst þér komið elska gott stráka. eða voru þeir orðnir eða hvernig Já, ég held að þetta hafi bara verið svona einhvern veginn rétt Já. Þú veist, réttu tími til að 3 seríur er það ekki? 5 seríur 5 seríur? Já, eins og fóksbræður sko. Já. Mér varst það fínt að með það sko. Já, ég dyrka þetta Þeir voru ekkert krefjandi við þig og settið Jú, þau voru það En er ekki, ég geta samt alveg svona ímyndað mér að þegar þú ert á setti að leikstýra og svona þú ertu örugglega þægilegur samt, þú lætur þetta ekkert bögga þig af einhverju Nei, krefjandi en þú veist, við verðum eitthvað í 15 daga í einhvern tökum þú Já. veist, og það er bara eitthvað kjaftaði Já. þú veist. þá stundu Það þarf er að maður vera bara æ, gæs Please, bara, getur þið bara gert þetta þú Já, veist. já, Voru þið þá ofhugsað eða voru það að byggja upp ykkur hlutir sem Það þú var myndir bara ekki svona, þú veist, þið voru með bara allar varjósunir af vesen sem hættir að vera með þú veist. já. En sem voru þið líka, þeir voru on it þá voru þið fucking on it, sko þannig að En það var líka bara, það er galdurum við að þeir eru bara eins og þeir eru, sko og ég myndi ekkert vilja að það var neitt öruvísi sem það, sko Það er líka ástæðan fyrir þess að þætti voru svona vinsættir Þegar Já. þeir eru bara komandi dýran eins og þeir eru glætir já, þeir eru bara geggjaðir Ég dýrka á Það er hérna, ég sá mér svo TikTok daginn Þá voru einhverja stelpur að leika þetta eftir Þetta hérna með hörpuna, bara þetta er harpan sko, Já, Það já. er bara eitt að finnast sem ég sé Ok, slei eitthvað á húsi Þetta er bara harpan sko, djöfull Fyrst bara að fyndin Já, það var bara í fyrstu trailunum eða ekki, í fyrstu seríu eða ekki? Já, er sér 2, það er Benny kemur í bæinn, sko Inni kemur í bæinn Já, það er þetta rosalegt En þú ert ekki, sko, þú náttúrulega ég veit þú ert líka að gera alls konar Multitalent eins og kallar Já, það En þú kemur setna að tala um það þegar við ætlum að tala um tónlist Já, Já, það er bara nýtt lag Hvað flokkar þið sem? listamann Listamaður bara, já, fíla Ég- Þannig ef ykkur spyrir við hvað vinnur þá segir og ég er listamaður Já, það er líka Já, gott að eiginlega. nota stemningsmaður sko. Stemningsmaður Stemningsmaður. En það er líka, það er alkoholist að nota það líka mikið Þetta eru stemningsmenn og stöndum þetta Það er alkoholik Það er enda þegar hann segir það Ef ykkur spyrir við hvað vinnur ég er stemningsmaður Það er bara ákantilega að fá sig En er það samt ekki eitthvað svona hress alki, skilja, það er ekki leiður alki Nei, það er líka gauð sem er skemmtilegur, sko Já, það er svo En hann er skemmtilegur. alkoholik Já, já, Hann er functional Hann er functional já, það er bara þannig En hvað hérna, hvað ertu búin að vera lengi í tónlist? Ég náttúrulega voru með bara hvernig er svona Þú veist, ég í 10 ár, þú veist já, fyrir 10 árum Sturla Atlas á 10 ára ammæli í ár Já. Og ég byrjaði í músík í því projekti Já. Og sem byrjaði ég 2017 að rappa sjálfur Ok Og já, ég er búin að gera hvað 4 plötur á þeim tíma Geggja Og- nýja stöfi sem Já, að koma út. takk hjá og er að vinna í þeirri 50 sem Joey 3 sem kemur hann í haust Gert og búin að vera að gefa út einhverja singla af því sko, Já, En nú ertu samt svona með þeim, sorry Steindi, Nei, nei, en svona þeim þægilegri sem ég þekki Alltaf kursteis og næs Hendi samt í einhverja pillu á knassbyrnumennum daginn Já, já Hvernig, hvað var það? Hérna, knassbyrnumenn ætti að einbytta sér að fótboltin ekki að tónlist Ég á nú bara ekki á Twitter að sunni shit sko, þú veist mér finnst oft sko, ég er með svona impuls til að vera leðalur Já. og ég er nú miklu betri að halda aftur af mér en sem finnst mér alltaf lægi stundum að mér finnst samfélagið okkar vera svona smá hrætt við það er allir svo hrættir við að styggja eitthvað þannig að það er aldrei neitt til búin að segja neitt sem er eitthvað smá krassandi, ég veit ekki hvað ég meina Já, þó hann sé að hugsa það Svo, já, þú veist, þannig að ég bara let my intrusive thoughts win sko, og bara Ein og ein pilla það ég er er einn góð. pilla Já, og þeir sem líka þekkja mig og vita hvernig ég er, þú veist, þá, ég hata engan, ég er ekki bíð við neitt, sko, ég stið alla í því sem þið vilja gera og þú veist, Já, þannig að bara, já, ég bara aðeins að smá öxl í öxl, þú veist, aðeins að, fótboltamenn ætti nú að þekja það já, líka bara, þú veist, að þetta er sport líka, þú veist, rapp er sport og þú veist, og það er líka fínt að minna þess á það, þú veist,
Þannig að það ekkert gaman að allir geta bara gert allt og allir eru snillingar og hetjur, þú veist, það bara eins og allir fóði byggar fyrir að taka þátt, þú veist. Ég nú tala mikið á móti allir fá ísómetalíu sko. Já, þú veist, ég er basically að gera það. Já, eins og þú veist, þetta er stemningspilla, skilur. Ég sendi einmitt á þeim daginn líka, ég var að hrósa, ég varð að hrósa þér, ég er bara að hlusta svo mikið á sjúk. Það er eitthvað við þetta, bara sem hitti alveg mark fyrir mig allavega. Og uppi kom út í gær. Þannig að þú ert að dæla út, er að koma plata? Það er að koma plata í haust. Já, þetta er af þeirri plötu. Þetta var þeirra plötu, já, það er komið 3 singlar núna, Tripp sem með Alvi og svo kom Sjúk með Flóna og núna uppi með Daniel. Allt bara geggjulög og hvernig gengur blæst, ertu búin með, hvað áttu mikið eftir og hvernig ertu í ferlinu? Já, bara eftir að taka upp 2 vers og við erum byrjað að mixa hana, ég er að gera neil alla með Matta, Mary. Já, ok, þannig að þú getur alveg lúrað á henni aðeins, byrjunni. Já, og það er alveg pælingin, sko, að reyna að hafa henni tilbúinu sem fyrst, sko, þannig að maður getur pælt í miðluninni sem skiptir ekkert síðra máli í dag, sko, í heiminum sem við. En lifur þú sem listamaður, ertu í eitthvað annar vinnu? Ég veit náttúrulega út að leikstýra á annað en... Nei, ég hef ekki verið í vinnu, þú veist, við náttúrulega vorum með Útvarp.1 og One Productions, þú veist, og þá vann ég þar, en þá var ég svona hálfpartin að vinna hjá sjálfum mér, þannig að ég hef ekki unnið svona venjulegt jobb alveg í mörg ár, sko. Já, fíla það. Já, er á listamálunum núna. Já, ertu á listamálunum? Já. Ok. Let them come at me. Að loga símin, ég verði að fá hlustandi. Nei, ég verði ekki bara að spila lægja, því að okkur langar náttúrulega sko. Við ætlum að henda okkur eftir smástund í How Do You Do Fellow Kids. Við erum að fara í How Do You Do Fellow Kids. Með eitt ferskan þetta. Ég er búin að fá fullt sendina frá gramminu. Ég bað bara The Cool Kids sem að senda mér hvaða frasar eru sjóðandi á göttunum, og við erum að fara að keppi í þessu núna. Þetta lag kom út í gær, þetta er Joey Christ og Daniel með Uppi. Hendum við í gang. FM 957. Þetta er okkar besti maður Joey Christ þarna með lagið Uppi og hann er einmitt inn í stúdíunum með okkur og ætlar að taka þátt í How Do You Do Fellow Kids. Hvetjum fólk til að fara á Spotify og blasta lagið alla helgina. Þetta er stemmingslag. Hann á ammali, þetta er ammalishelgi. Það er að minnsta sem fólk getur gert, sko. Ég segi það, sko. Ertu típan, ég spyr nú nokkra sem koma þetta í spjall, ertu típan, kíkjur alltaf á top 50 á Ísland leiðu og vaknar og býður eftir að sjá hvað lagið þetta er? Nei, maður er bara komið svona, þú veist, Spotify for Artists, þannig að það sér streymið bara real time. Já, nú veist cirka. Veit cirka og þannig að já, mér veist, það er oft svona skrýtin tilfinning að gefa út, sko, að því að maður er bara að vinna í ykkur svo lengi, þú veist, og síðan einhvern, ef maður er að gefa loksins út og maður býst að það gerist eitthvað, gerist ekki neitt. Nei, svo bara, hvað lag er í fyrst sæti? Það er eitthvað I love taco, 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 það er bara einhverju krakkar sem eru á leikskóla með þetta og repeat. Espresso macchiato, maður. Já, þú veist, sko, máli er að það er, auðvitað er gott að geta kíkt og sé hvort að laginu gangi vel og svona, það er ekki alveg hægt að, bara stóla á hana lista. Nei, og þetta snýst ekkert það, sko, að þú veist, það er svo mikið af fólki sem bara er bara ekki með neina hlustan á Spotify sem er að gera mjög flotta tónlist og já. Það er hárrétt. Þetta lag fór beint á toppinn, svo ég ger. Þetta fór á toppinn, já. Beint á toppinn, það er bara eins og það er. Hvað, ertu komið með spurningar? Já, ég kom með, búin að vera að taka niður hérna. Það er bara helvíti mikið að góðu núna. Ég ætla bara að vera hreinskilin. Þetta gæti verið efni í 2-3 keppni, sko. Veldu 5 bestu. Herðu, þú þarft að setja M.O.P. á maður. Herðu, já, þú mátt ekki gleyma þessu. Já, þú þurfum að gýra okkur hans upp. Sko, ég ætla að standa upp. Já, við erum gýrið að standa upp. Já, þú veist, það er bara, þetta er alveg keppni að vera hefjast. YouTube. Það var öskra. Nei, ég ætla að hækka með 20% bara. Lægið þetta inn í það. M.O.P. Hvað heitir það áttur? 14 ár. Anti upp, eða ekki? Já, þetta er svakalt. Taktu instrumentalin bara. Já, komið hérna. Ég ætla að opna keppna hérna þegar á byrjar hérna á auglýsingu. Nei, lagið? Nei, við erum náttúrulega með þetta bara YouTube. Hvað er ekki að splæsa YouTube Premium? Akkur er FM ekki með YouTube Premium? Það er þetta að vera auglýsa play hérna, það er fínt, það er önnur auglýsing. Nei takk, hvað er að gerast hérna? Þetta er ekki mér að kenna. Þetta er ekki 14 ára tökunum, sko. Ok, hún er búin, hérna kemur þetta. Held ég. Drengir, þeir eru mættir í How Do You Do Fellow Kids. Nei, blöð. Herra, já, það er kveikt á Spotify. Nei, samt, ég var búin að Nú megum við segja 14 years. Nei, ég var samt búin að loka því. Opnum við aftur. Róa í gangi yfir. Já, það getur ekki verið sko með 2 lög. Ég var búin að loka hinnu. Já, það er eitthvað í gangi bak við En lokar líka YouTube, eða? Þið lokar öllum Getum við að ræsa okkar besta innan við hann að ráandum frammi Koma ekki tvær. Hvað er? Ok, Ég er að segja það satt núna. Það er bara 1 gluggi opinn þetta.
Hvar getur þetta verið? Sko blöð, þetta er tölva Er þetta ekki sem bara í svona- spilarinn hjá virkar ykkur? þannig Nei, að- þetta er ekki að spila Já, þetta er á Spotify-inu maður Já, Spotify-inu. Herru, pása hér Pása hér Og er tilbúin Þú veist að sko blöð er búin að lenda í trójahestum og kortaskemi og hann er sko framtíðin er ekki björt hjá honum. Ég er með sko kortið mitt Þetta er núna Cantona nýtt Svakalegt maður, ég ætla að gefa ykkur smá vísbendingu. Þetta er svolítið erfitt, drengir. Þetta er svona, þetta snýst að daglegri umhirðu. Fatið? Já, Bara eitthvað sem hún gera heim í haður eða? við skiljum það Hvað þýðir frasinn? Að vera blökaður. 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 Að vera blökaður og það er Joey sem að réttir upp hönd með svaretinn. Er það að vera með raka punga? Þessi var þetta góður Það er að vera sköllóttur downstairs, mikið notar í Hveragerðis. Þetta er Blökaður Þetta er hann Allan sendi þennan. Ekki okkar rosa- Allan heldur Allan annar Þetta frá er að vera Hveragerði. catch on, það er stertur í blöður Já, maður, rosa huge. sterkt. Já, þetta er blökaður. Já, Öll umræði, góð umræði Nema í síðustu viku kannski Já, hún var ekki nokkuð. Vera sköllóttur downstairs. Herru, þá földum við fram. Og þessi er, þetta er smá dark sko. Ok En Það er 1-1 1-1 og setningin er shit hvað blöð er gröllóttur í dag. Gröllóttur, hvað þýr að vera gröllóttur? Já, ok, þetta er ekki tengt mér Hvað frasar eru þetta? Þessi Þetta er ekki að segja þetta. Já, það er sko máli er að ég baði sjóðandi heita göttufrasa. En þetta er ekki tengt mér Þetta geta alveg verið djöfullir Joey Já, gröllóttur Er þetta eitthvað Já. orðagrið, eitthvað síni orðagrið, graður og eitthvað í einu orði Já, herru, Gröllóttur gráður og sköllóttur Sko, það vantar eitt að þinn sko. Þetta er tvent, út með tvent að þremur sko. Tvent af þreim Það er nefnilega máli sko. Fáið þá ekki Gröllóttur, þú ættir að vita þetta í. Þú notar þetta mikið alls konar vinniðina. Jón Gunnar og fleiri graður, reyður og sköllóttur Ok, gassmælda með Jón Gunnar að gera þetta Það er að vera gröllóttur í gangu smá sem Hann er gröllóttur Já, graður, reyður, sköllóttur, kom eitt Ég verður ekki að þetta eru mjög Það eru Joey kannast ekki við neitt Nei, ég er alveg frekar teppt inn sko. Það er fullkomlega nýtt fyrir mér En sko. máli er að þetta eru spes frasar finnst mér sko Ég veit ekki Það sagðist að það fengið endalust Já, ég fæ þetta sent Það búið allir 5 Og þú allir að senda inn gröllóttur Ég er ekki að búta til þetta Ég er ekki að búta til Við veitum að þú fæst þetta send sko. Herðu, það var það næsti að þú ert má þema þetta maður er ekkert annað. Sko að blöða einhvern Sko að vera blöðaður Að vera blöðaður Þú veist, þetta er náttúrulega eitthvað sem við erum búin að ræða nýlega Ég vera blöðaður Við rættum þetta fyrir svona 4 mínútur Að vera Að vera blöðaður blöðaður Að vera blöðaður Hvað þýðir að vera blöðaður? Anskotin, ég er blöðaður maður Bara blekaður Það er ekki Nei, gott gískatir Við vorum að tala um þetta munni á hann Bara rétt á hann og þú var alltaf að lemta í einhverju veginn Já, var að skemma Ok, þetta er þetta gott Ég blöðar á netinu Palli Stef kom með þennan að vera En þetta er allt um mig Það er fransættir í dag Sko, það verðist 90% verið Sko, það þýðir Velta eitthvað sem er í gang Það þýðir að skemm einhvern kortaupplýsingar Það þýðir að vera blöður Eða blöð einhvern annan sko. Ok Herru Það er síðan Hvað sterkur að það Nei, þú ert hann ekkert heyrist það. Þessi er þælur Þetta er fyrstu kemur, fyrstu fær Að vera með blöð í gættinni Það er bara að þú ert að kúka og Ég hef heilt ykkur farið að leika þar. Það er alltaf eitthvað dæmi sem ég kannast við sko. Ég Þú varst bara með eitthvað rugg Ég skil ekki, sko, það kom reynda líka Illað sem er rugglað, það kom Riss sem náttúrulega við höfum tekið fyrir Já, ég kannski búið að dálítið auðsa úr þessu öllu. Já, reyndar hérna eitt góður, Uffi Puffi sem þið erstu galinn að gengin á göflunum Uffi Puffi Ég fara ekki að Ég nota held að það bara staðið vel í þessu vali sko. Sax hérna, síð Pepsi Max Þess er þetta góð Það er sko, þá erum við að tala um súpedós sko Þannig að, en hvernig fór þetta? Þetta fór 3-2 fyrir okkur ekki Það er þetta Það var Egil svaraði ekki einni Já, sko, hefður þú farið Jú, ég gerði Gröllóttur. það Gröllóttur, já Ég bætti við reyður Joey kræst til varnar og þá voru þetta ekki frasar sem eru notaðir í kringum hann og ég heldur í kringum Ég veit mig ekki Þetta hvað eru líklega- þessi frasar eru notaðir sko. Þetta eru nýjir frasar En Joey, heiður að fá þig Já, takk fyrir mig. Hammingi með daginn Takk og til hérlega. hammingi með nýja lagið Og góða skemmtun í kvöld Já, Thank
you Takk á þessu maður Ég gera það Topp tónlistarstöðin FM Það held ég 957 fyrir að hlusta á FM 95 hér á FM 957 Joey Christ farinn, það er eitt toppnáðingi Já, toppmaður. Já, menn það er, við vorum að ræða þetta en menn að lægja verið í gangi drengir að tíminn er búin að líða ekkert eðlilega hrætt Já, ég sem bara- hann gerir ofta eftir að fá okkur nokkur good light, það var nú ekki í dag en samt flugið Já, Svo fyrir ég við bara skil eitt ekki. út í The Sunshine Já, er þetta ekki bara heima að grilla í sólinni? Já, sko, jú, en sko, ég og DNA maður er alltaf að fara beint í mat Já. og svo erum við að fara á eftir Blöð og hann og fleiri, það er Icebox. Tvö gig Já, ég veit ekki hvort það séu miðar til ennþá Icebox, en fólk getur tjekka á Tix aðtöfum séu miðar og þá segir fólki að drífa sig að því að þetta er ekkert eðlilega gaman. Þetta er í Kaplakrika Já, 2500 manns og bara alvöru bardagar og bara geggja kvöld framöndan. Annars held ég að sé bara stór helgi framöndan hér í bænum alla. Það er sturlu spá alla helgina fram á mánudag Já. og ég held að það verði bara gýr í liðinu. Já. Við vonum við í góða helgi. Við minnum að sjálfsög á sumarleik FM Blöðkastins sem er á sunnudaginn. Já. Byrjum klokkan 19.00 í beinni útsendingu, opinni dagskrá á vísir.is og sjónvarpi Vísir sem vilja horfa á þetta þar og þetta eru 50 pakkar og þetta er ekkert flókið, það eru 50 pakkar fyrir framan okkur. Við lesum svo nafnið á einhverjum sem er áskrifandi af Blöðkastinu og svo opnum við pakkan, þannig að ef það er búið að lesa nafnið þetta þá er helviti spennandi að sjá hvað er í pakkanum. Já. Heitir Erlendis Unboxing. Já, og við erum með one-on-one spjald. Já, sem er seniorinn. Og við erum komni með það á grammið, þannig að fólk getur farið að skoða spjaldið og svona látið sér dreyma. Það er einhver sem er að fara að taka þetta bara spjald. líka vinningarnir sem að við veitum ekki helmingina vinningunum en ég veit að sko Play er að gefa 100 áskrónur í flugfar fyrir 100 ást. Við erum með sko 100 áskrónur gjafabrið frá Mars Seafood sem er sturlaði matur. Við erum með PlayStation 5 sko, Pro. Samsung tölvu spjaldtölvu. Við erum með sko 50 áskrónur gjafabrið frá Betra Bak. Við erum Sko, með Keiluhöllin Sumir vinningar er að minna á bingo-vinningar. Það er svolítið sem er hann að sumir vinningar þannig eru hjút sko. Já. Þannig að þetta er bara geggja. Það er gaman að opna pakka, það er líka svo gaman. Við sitjum bara þarna og opnum pakka og röflum, þetta er ógeðslega gaman. Þetta er nefnilega skemmtilegt, þannig að stilla inn klukkan 7 á sunnudaginn, annars bara góða helgi og takk fyrir í dag. Oftast vil ég enda okkur í stuðlagi en því miður skuldum auðlýsingar og kveðjum á þeim. Reyndar var ég að sjá hvaða pakket er, þetta er eitt skemmtilegt auðlýsingapakki sem ég sé lengi, þannig að Takk hérlega. njótið. Þetta er FM FM 957